Ég menntaður kvikmyndatæknir. Fyrir ekki, hvað það? Kvikmyndatæknir, það er tvö nám, ekki þegar ég ætla að fara í mikið details í það. Nei, samt ég forður. En það hérna kvikmyndaskólinn sem eitt, þau eru með svona, prógram sem getur lært leikrist meðal annars og síðan alla svona technical aspektið bak við það. Og síðan hérna Studio Sýrland og Tækniskólinn sem svona minna prógram þannig séð en alveg mikið in-depth en það ekkert að læra leiklist og leikstjórn þar. Það bara að bak við myndaverðina og edita og greita og svoleiðis. En eins og hljóð, það líka í þessu það? Já, það alveg fylgjandi sko, en það líka hljóðtækni þar sem annað sem ég fór smá í fyrir nokkrum árum, en ég hef alltaf verið svona, hef nógu gaman að hljóðu til þess að vera hljóðmárusetti og því að maður þarf, hljóð þarf að vera svo gott, þannig að það alveg mikilvægt, mjög mikilvægt eins og þið kannski heyrið. Hljóð skiptir rosalega miklu máli. Já, rosalega miklu máli, sko. Ég meina, ég myndi bara eitthvað flotta bíómynd sem þú fílar. Þú myndi taka út sounddesignið. Algjörlega. Það bara ekki sama upplifun. Þetta líka bara eins og þegar maður horfa á vídeo á YouTube og vídeoið getur verið í 240 pixlum og það svona bara, ok, ég get horta á þetta og ég veit það vel hvað að gerast, en leið og hljóðið lélegt, þá er þetta bara hvað rusl þetta? Já, nei, alveg tala, það skiptir svo miklu máli. Svo miklu máli, sko. Mér finnst það skipta meira máli en tónlist í bíómyndum. Ef þú þyrstir að velja, hvort það skipta meira máli, tónlist eða hljóð í bíómyndum? Ég myndi bara búið tónlistinu sjálfur, ég verði bara Já, það bara sagt við, þú verður að velja annarkvort. Það myndi ég bara hafa... Já, finnst þið tónlist skipta það miklu máli að þú ert alveg svona 50-50, eða? Já, því að ég er líka umkringd í tónlistamönnum og hef æft á píanó og þannig Verða þeir brjálar út í því núna að þið myndi heyra að þú mútti segja, nei, ég er bara hljóð. Nei, alls ekki, ég bara, gerði lokamyndina mína og ég fekk, stelpur sem fór í Berkeley til þess að gera, symfóní tónlist í henni og félagi minn, Seth Sharp, sjátt á handbáðu, gerði hérna beat fyrir myndina, skilur, þannig að ég var gæðið mikið að vinna með, sounddesign og hit. En nú þyrftir, ég er að grilla þig, ég er að stilla þér fyrir vekk. Þú verður að velja. Ég meina, ég hugsa að ég myndi það bara hafa tónlist og það sé bara text. Þú átt að með að velja. Já, algjörlega, sko. Alveg hefi, sko. Þetta er mjög mikið málað fyrir vekk, sko. Það er ógeðslega fyndið. Já. En jú, ég hugsa að ég myndi það bara... ég meina, maður getur skilur hort á teiknum þessu tjörlega erfið spurning. Ég veit það. Mér finnst þú líka erfið. Já. En ég held samt, ég takk hljóð. Gott hljóð. Já, ég meina gott hljóð, en ég er bara að segja að þú getur samt verið með, og því að þú eins og þú segir hérna, mynd segir meira en $1000 eða hvað sem skilur, þú getur séð og séð það bil hvað er að gera, skilur. Og alveg svo í, hljóðlátu myndum, það voru alveg þing. Þannig að þess vegna er ég bara eitthvað, en já, ég bara, þetta er einn erfiðasta spurning sem ég hef spáði. Ég er alveg bara eitthvað, fuck! Og þú fekkst líka engan tíma til þess að undirbúa þessu spurningu. Nei, ég fílaði mjög mikið, sko. Það var bara raw, sko. En ég hef nefnt sem dæmi. Það var annar sem kom til mér daginn og við höfum talað þetta saman. Já. Og ég var reyndar að gefa út þann þátt. Það var þetta Jurassic Park, til dæmis. Ímyndaðir T-Rex árásuna. Þú væntar að sé Jurassic Park. Já. T-Rex árásuna, þannig að ræðist á bílinn og krakkarnir í bílnum og öskra og hann brýtur rúðuna og öskra. Við tóðum á analysis af þessari senu í skólanum, sko. Já, ok, þannig að þú þekkir hana vel. Já. Ímyndað þá senu, að í senuna það er tónlist og það er hljóð og svona, það væri bara engin tónlist, en sama hljóðið, eða tónlist og ekkert að góða hljóð. Þú veist, hvora útgáðan myndir þú vilja horfa á? Ef við þurftum að verja þar á milli, þá væri örugglega sounddesignið, sko. Ok. Og því að þú veist, sérstaklega því ég er svo mikill horror movie fanatic og þar þarfst ekki að hafa tónlist, skilur, og því að tónlist getur gefið, auðvitað alveg mikilvægt, en út frá því að, ég er svo mikið, hausinn á mér er svo einbeittur að því, að hræða mann og það sem að, mér finnst gaman ef ég horfa mynd sem að hræðir mig og ég svona genuinely bara fokkar í mér, þá er ég bara þetta var góð hryllingsmynd, ekkert endilega góð mynd, en meira bara því ég einbeitir svo mikið, mér finnst að vera svo mikið svona subgenre af, skilur, hryllingnum að vera scared, vera bara traumatized þetta mynd, sko. En mér finnst það að vera númer 1, 2 og 3. Þannig að bara hljóð getur svo auðveldlega gert það, skilur. Og þú veist, ef þú ert að horfa á
hryllingsmynd og það alltaf einhver tónlist sem oftast, en bara svona ef ég spáði, ef ég setja upp senu í haustum að mér, þú veist, ef það sena og það bara hljóð og síðan kemur alltaf ekkert hljóð, þá það svo nerve-wracking, skilur en ef það tónlist undir og tónlistin alltaf að ýta undir eitthvað meira, þú veist, durun, typíska eða eitthvað annað, þá alltaf, það svo mikið svona, þú veist það bil hverju þetta búist við og síðan kemur eitthvað, en ef það bara ekkert og síðan kemur eitthvað, þá þetta bara eitthvað Já, það skiptir miklu máli líka svo ég myndi að kannski í einhverju draugamynd eða eitthvað, ef einhver svona hurð opnast hægt eða eitthvað, þú veist, ískrið í henni og allt það Já, alveg, það skiptir svo miklu máli, sko Já, að gera Já, það er svona, þegar kemur að hryllingsmyndum eða þegar kemur að öðru myndum eins og ég segja, ég var að tala við vinkonum minna daginn, að þú veist hryllingsmyndir og aðra myndir, ég setur eiginlega í tvær mismunandi genres, þá er þetta allt bíómyndir, obviously en út af því að mitt take á hryllingsmyndum bókstaflega, þú veist, það með listin sem ég fyrir með yfir og eftir, þú veist, það myndirnar sem ekkert endilega geta vel leiknar eitthvað þannig, en þú veist, ég horfði ekki á þær fyrir að vera bara eitthvað, wow, þetta eins og Leonardo DiCaprio að leika, skilju, ég horfði á það til að vera bara eitthvað, þú veist, þær að fokka í mér og jumpscaring góð og það skiptir svo miklu máli og ég algjör sko nörd þegar ég kemur að það bara svona að jumpscare já, bara hvernig maður á að gera gott jumpscare og hvernig maður getur hrætt fólk á þess að gera jumpscare og þú veist hvernig bara öll byggingin og ég þetta legit að búa til hryllingsmynd sjálfur og ég hvað að gera maður og ég var á setti daginn með stelpu sem var með bara eitthvað gæðin Pan's Labyrinth með tattoo á sér og eitthvað svona þannig og ég eitthvað, wow, með frekar mikið að svona horror dæmi á og hún eitthvað, ég elskar hryllingsmyndir og síðan byrjuðum við að tala hryllingsmyndir og mér leið bara hans að ég var að tala við copy á mér og því ég bara eitthvað, holy shit við þurfum að skrifa mynd saman Já, það er bara, ég ætla 100% að gera eina hryllingsmynd og ég legit samt svona ángríns, ég ekki, ég þekktur allavega, hefur nokkur sem lendi í að þú veist, ef fólk spyrir einhvern eitthvað, ég þarf að horfa eitthvað góða hryllingsmynd það bróður minn, til dæmis Joey Crest, hann sendi mér hann benti út í að Birnir, tónlistamæður, rapparinn, hann var að leita eitthvað inspo fyrir tónlistavídeó eitthvað svoleiðis, fyrir eitthvað rúma ári eða eitthvað svoleiðis og hann eitthvað, hvern þekkiru, ég held að það hafi verið þannig, ég veit ekki nákvæmlega sem það, en basically hann sagði að Jóhann hefði bent sér á mig og því ég var alveg nördi og hann eitthvað, já, veistu með eitthvað svona skandinavíska hryllingsmynd og ég bara eitthvað, fór út, ég sé svo margar skilur en ég fekk svona það bil hugmynd sem fór ég bara í IMDb og bara þessi gekk og hann bara eitthvað, takk, þá tók mér þú veist Hvað mynd var það? Það var Creep Ertu að tala að það til tvær? Ég að tala já, ég held ég að tala eitt sko það til tvær, er þetta breska myndin eða er þetta banderska? Gerst í svona Subway? Nei, þetta gerist ekki í Subway Er þetta gæinn sem skrítinn? Já, sem gett skrítinn og ég benti honum á hana þannig að þú veist, það líka myndum ég man ekki alltaf eftir öllum myndunum en þú veist, eins og því ég var að hugsa um hennan top 10 lista þá var ég bara að grafa og hausinn mér kom alltaf bara með nýja mynd þannig að þetta er svo erfitt þú varst að pynta mig með því að ég að koma inn að þátt Ég baði 10 svona bestu því upp á stína svolítið en ég ger mér líka grein fyrir því að ég myndi spyrja eitthvað skipti viku þá kannski myndi listina þess breytast það allt í góðu listin var að breytast meðan ég var að gera þessi lista breytast hann á leiðninga ég ekki eins og að djóka ég kem inn að þátt frítt og það eina sem þú byrjaði bara að pynta mig þú fær ekki borga fyrir þetta og ég bara að pína þig ég fær bara vatn það er svo heitt inn í það er samt ekki orðið strax nei, ég að fokast þér ég aðeins að gera en ég verði aðeins að spyrja án við byrjum að fara í horrorin þú ert sérstaklega á Instagram ert ekki líka á TikTok? Jú hvað ert það alveg að gera? Ég sé að þú ert að gera eitthvað svona joke-vídeó á TikTok ég að gera svona mainly tvorhættu, ég mikið eitthvað að djóka og nota íslensk hljóð eins og svínasúpunni og Georg Berfredsson og þannig og það það sem hefur farið svona mest væral hjá mér fyrsta vídeo sem fór væral hjá mér var eitthvað ég lesi upp eitthvað hate comment af einhverju íslensku rappara-vídeó sem var eitthvað fyndið og kjánulegt og gett brútal og ég var bara eitthvað að sá það og var bara eitthvað, ég verði að lesa þetta upp þetta gett mikið væra potential og því ég spáði svo líka mikið í auglýsingar og því að það það sem ég skilur í kvikmyndum, auglýsingum what catches the eye og þú veist TikTok svo mikið bara eitthvað 10 sekundur, þú verður að halda einbeitingunni þannig að ég að reyna að gera það og síðan líka að
reyta fólk út frá prófílunum mér og hvernig cinematography þeirra út frá legit bara lýsingu, production, þú veist, hvort með consistent þema og álíka. Hjá okkur svona kvikmyndagera mönnum með eitthvað svona content creatorum á Já, bara fólk sem á ég gerði upp svona top 10 íslenski tiktokerar og þá voru þeir sem ég fylgdist með sem voru consistent og þú veist, bara eins og þú sér eitthvað YouTube channel sem gerir alltaf eins vídeo og það flott þannig og ég var bara að reyta fólk út frá því og þú veist, fólk biður að reyta sig og það sér að, þú veist, ég veit moderately hvað ég að tala og þú veist, ég mæltaður því. En það gott. Já. En ertu aktífur á TikTok eller Instagram? Já, en ég sem það reyna að það bara að, þú veist, það er svo, þú veist, maður fær svo mikið reach á TikTok, þú veist, það exposure svo mikið, sko. Fyrst ég að fara með podcastið þáka? Gera eitthvað á TikTok? Þessi myndi 100%, hann Sölvi Tryggva, ég sá podcastið hann þar fyrst á TikTok, sko. Það er ástæðan fyrir ég hlusta það og ég hlusta ekki mikið af podcastum, sko. Svo sástu podcastið hans? Já, bara klikkbórið því. Já, TikTok? Já. Okay. Og ég hlusta ekki það mikið á þau, ég hlusta svo mikið á hljóðbækur, skilur, en ég er búin að hlusta nokkur episode til þér, nokkur episode til honum og þú veist, kíkja á svona hjá félagum mér líka, en annars er ég mest í hljóðbækum og ég er líka nerd og finnst gaman að, þú veist, lesa upplýsingur svefn og næringafræði og alls konar eitthvað dæmi. Ok, geggjað, þannig að þú uppgötvar Sölva podcasti í kennum TikTok. Já. Ég hef alltaf tengt TikTok, við bara eitthvað dansvídeó. Algjörlega, sko, það er algjörlega gert, því að stærsti creators eru Charli D'Amelio meðal annars sem þú veist, hún actually að læra að dansa, hún kann að dansa, en hún hvað, ég held hún 16 ára, 17 ára. Já, strax svona miljónum mæringur og eitthvað. Já, hún með eitthvað 50, 60, ég veit ekki hversu margar, örugglega komið upp í 90 eða eitthvað, ég veit ekki hvað. Followers. Já. Og út frá markasetningu þá var ég bara eitthvað, með okkur að breyta talminni, og fólk var alltaf bara eitthvað, ég heit Jansi, J-A-N-C, og ég heiti Jónsi. Og fólk var alltaf bara eitthvað, Jank, eitthvað, Jan, ég veit ekki hvernig að byrja það fram. Ég held að það var Jank. Já, einmitt, fólk heldur það, þannig að ég breytti íslenska ramnum bara yfir í, þú veist, D-J-A-N-S-I, Jansi, eins og Jónsi, þú veist, Jansi, þú veist, þetta ég berða líka fram á ensku, ég tala mjög miklu ensku on the daily. Ástæðan þú tala ensku, það til að ná bara til stærri hóps, eða? Já, algjörlega, og YouTube-channelið mitt sem ég var fyrst með fyrir nokkrum árum síðan og posta alveg ennþá á, bara ekki mikið, alltaf ensku, sko. Það alltaf ensku? Já. Þannig að þetta var meðut ákvörðun hjá þér að tala ensku? Já, algjörlega. Ég líka bara legit fíla, mér örugglega fá ekki heit fyrir þetta, en ég fíla ensku meira en íslensku. Ég sammála. Bara út frá, þú veist, þú veist, markasetning og það veist að bara make a sense, þannig að skilur nökkva fyrir að byrja að posta meira stöff á ensku, sem ég var bara ekki, kekja, maður getur markasett sem meira og svo. Mér finnst það persónulega bara skemmtilega tungumál. Já, mér finnst það líka, sko, þrátt fyrir að íslenski sé alveg cool, en ég svo mikið bara, ég svo brutally progressive þegar kemur að því, að ég bara ekki, íslenska cool, og síðan talaði ég við lítið, ég var að vinna með fyrir rithöfund og setti, hann eitthvað, já, íslenska alveg cool, en hún mun örugglega deyja út eftir svona, ég meni hvað hann sagði, einhver árskilur. Hvað finnst þér það? Finnst þér það sorglegt þegar hann bara deyja út? Það er auðvitað ekki eitthvað svona fun, skilur en ég meina það alveg önnur tungumál sem hafa dáið út sem að, þú veist, halda svona alveg áfram að, þú veist, vera þeng, þú veist, og íslenska alveg svo defining, skilur, því að við erum einhver, ég lengst út í raskati og fólk bara, já, ég ætla að flytja hingað og það gett gaman og þannig að, þú veist, við erum alveg með, þú veist, eitthvað unit, skilur, af einhverju interest, dæmi, en, þú veist, ég meina, það er engin heimsendir, skilur, það, þú veist, maður talar ensku við alla og þú veist, hjá mér ég bara ekki, whatever, skilur. Ég held að mér alveg sama. Já, þú veist, ef það myndi hætta þá, þess ég hugsa að maður myndi aldrei gerst saman að deyja út, því að þú veist, það alltaf einhverjar íslendingar sem myndi halda fram að tala íslensku og það alveg, það hægt að tala móðumáli sitt, en þú veist, segjum eftir 200 ár, ef það var enginn að tala íslensku og allar ensku, þú veist, þá, ég myndi ekki taka að snúa mér í gröfinni, skilur. Ég væri bara ekki, það er ekkert brjálaður. Nei, það myndi bara make a sense. Já, mér finnst, líka bara sem með interneti og allar svo upplýsingar sem við erum að fá, en mikið af þeim á ensku. Bara, örugglega 90% af stöffi sem ég sé á ensku, sko. Hvað ert þú gamall? Ég var 25 á þessari, 24 ára. 24? Já. Þín kynslóð og yngra fólk, þið eru aðalast upp bara í hardcore enskumælandi heimi, skilur þú? Já, ég meina. Töluleikir og allt þetta. Algjörlega, sko. Ég líka bara ólst upp með svona ég vil annað svona sans fyrir því að
mín kynslóð, sérstaklega 96, kannski að bulla sérstaklega 96, ég bara segja svona in general, þú veist, út frá mér einslu, ég ólst upp þegar, þú veist, floppy diskurum and everything, og síðan, þú veist, ég bara, þú veist, tæknin búin að evolva með mér, skilur, þess vegna ég bara eitthvað, djöfull lítur að vera skrítið, að bara eitthvað fæðast, og þá bara iPad til. Já, einmitt. Og bara eitthvað snalljúr og allt þetta svona nýja dæmi, eða sem bara eitthvað virtual reality og, þú veist, ég prófaði með mér með eignast krakka og ég bara eitthvað, þú veist, þegar hann verður, þú veist, 10 ára eða eitthvað og, þú veist, maður veit ekki hvað verður komið út þá, skilur við. Nei, þetta þróa svo hratt. Já, þetta gett, en líka bara gett spacað á sama tíma. Svo spacað, þegar maður bara eitthvað, vá, mér líði ekki eitt gömlum eitthvað og ég er 24 ára, engin það engin, fyrir fólk á TikTok það einhvern aldur, já, aldurshópurinn þar oftast, frá, ég veit ekki, 10 upp í 16, 18, hvað sem já, þetta aðalega yngra fólk. Já, þetta það algjörlega, þess vegna bara eitthvað, the older generation of TikTok, bara eitthvað, people born in the 90s, og ég bara eitthvað, takk fyrir ekkert, guys. Þannig að þú ert 96 módel. Já. Þannig að þú bara hann gamli kallin á TikTok. Já, ég meina, þú veist, ég er samt ekki eitthvað, nei. Þú veist, ég er 37 ára, sko. Þess ég er bara að drepast á móti. Já, þú er bara, kemur ekki orð, þú myndir bara að fá slag bara í mig. Í þættinum. Já. En ég var eignast mitt fyrsta barn daginn. Til hamingju með það, Takk fyrir það, hann núna að vera mánaða gamall. Ég hugsa mér þú veist, hvernig verður þetta þegar hann verður 10 ára, eins og þú tala um á hann. Já. Þú veist, þetta verður bara eitthvað crazy. Já. En spennandi. Já, algjörlega, sko. Ef við farið í horror. Hendum okkur í horror. Ég er svo spenntur. Áður við förum í listaðinn. Já. Þá ætla ég að spyrja, ert þú með eitthvað svona preference, eitthvað svo fílar meira í horror heldur en eitthvað annað, veist? Ertu hrifnar af draugamyndum eða... Ég er með 100% algjörlega preference, sko. Þú veist, ég fíla minna eitthvað svona splatter, þú veist, ég fíla alveg myndir eins og Hostel og þær, og þú veist, að horfa þær fílaði alveg í drasl, en ég fíla miklu meira drauga og, þú veist, djöfla og eitthvað svona. Já, þannig svo, þú veist, svona Halloween-myndinar, þú veist, ég fór á nýjastu í bíó og ég var alveg, þú veist, með svona cool, skilur, með svona mjög skemmtileg, en, þú veist, hún er ekki á listanum, skilur. Þú fíla kannski ekki mikið svona slasser-myndir, eitthvað svona morðingi eða allt eitthvað og... Nei, þú veist, ég fíla það alveg, mér finnst gaman að horfa þær og, þú veist, það eru alveg margar aðeins sem ég minnst alveg, þú veist, eins og ég segi, fíla ég drasta og hef mjög gaman að þeim, en ég er bara svo advanced í því að finna eitthvað sem að fokkar í manni, sko. Það eru myndir sem ég horfa á og ef einhver annar myndi horfa á það, þá væri hann bara, ég er ekki að djóka, bara myndi fá martraðir í mánuð. Ég er ekki eins og íkja, sko. Ég er svo spenntur að sjá hvort ég er búin að sjá þessar myndir. Já, það er alveg 2 eða 3 myndir sem að, þú veist, örugglega svona 3 á Íslandi hefa heyrt svona alveg bara svona borderline kultmyndir, sko, sem eru svona geðveikar hryllingsmyndir, sko. Ég er mjög spenntur ef þú kemur eitthvað sem ég hef ekki heyrt og hef ekki séð. Þá er ég spenntur og þá erst þú væntanlega að mæla með þeim og þá hef ég eitthvað nýtt þessu horfa. Já, það eru 2 myndir hérna sem að ef þú þekkir það, þá farðu mitt mesta respekt og þekkir það ekki, þá ættu að fara heim á eftir að horfa. Ok, en rankar í einhverju sérstakri röð? Gastu það eða er þetta bara 10 myndir? Þú veist, er eitthvað nummer 1 hjá þér? Áttu upp á hryllingsmynd? Ég á upp á hryllingsmynd, sko. Ekki þá segja hana strax? Nei. Ég get farið upp listan, sko. Já, getur gert það? Já, en síðan það sem ég ætla að segja rétt áður en að við förum í þetta, það sem er svo fyndið er það að ástæðan fyrir því að ég fíla hryllingsmyndir svona mikið er það að ég er sett með kvíðaröskun. Og þú veist, hérna, og þegar þú fær adrenalín eða spennu, þá þú veist, fer adrenalín upp og síðan minkar kvíðin. Og ég vissi þetta ekki til að ég var krakki, þannig að ég horfði á hryllingsmyndir og þá var alltaf bara eitthvað, búm! Og þess vegna fílaði ég svo mikið og þetta var bara, þetta var ekki eitthvað, ég fíla hryllingsmyndir ekki mikið, þetta var bara eitthvað adrenalínu mitt að minka kvíðan. En þannig að þetta hafði alveg veruleg líkamleg áhrif á þig? Já, ég var ekkert eitthvað, ég veit það, en þú fannst svona aukna velíðun á tilfinningu? Já, 100%, sko, þess vegna hafði ég svo gaman að þessu, en síðan fattaði ég bara eftir þetta, ég fór á Sertral sem hefði sett kvíðalíf og þá hætti ég að njóta þess ég mikið og hryllingsmyndir, ég er ekki að djóka. En ertu á Sertral í dag? Já. Og þannig að þegar þú horfir nú hryllingsmyndir, þá finnur þú alveg mun, hvernig þú upplifir þær? Já. En samt elskar hryllingsmyndir, ennþá? Já, algjörlega. Ég er alveg ennþá fanatt ekki við þetta. Mér er svona sjokkarheimindin ennþá mjög skemmtilega, skilur. Þetta er ekki eitthvað búnt. En þetta er ógeðslega fyndið, sko. Og þegar fór ég á Sertral og þá var ég bara eitthvað, djúlega langt sér ég hort hryllingsmynd. Bara eitthvað, af hverju ég bara eitthvað, fuck. En finnst þér því nú ertu orðin 24 ára? Já. Ólst upp fyrir svona hryllingsmyndir, eða? Hvaðan kemur þessu áhugi? Það er það sem er finna,
svona styrlu staðreynd við mig er það að fyrsta hryllingsmyndin sem ég sá var íslensk og pabbi minn lék vondakallinn. Hvað myndi það? Reykjavík Whale Washing Massacre. Nei, Jú. Hvað heitir pabbi? Stefán Jónsson. Ég þekki ekki það. Hann vann við LHV í langan tíma og hérna. Er hann morðingi í þessari mynd það? Já. Nei. Jú, hann er morðingi í þessari mynd. Sér hvað það myndi? Já. Og hvað ert þú gamall þú sér þessa mynd fyrst? Ég hef kannski verið svona 14 ára kannski. Já, þú varst ekki eitthvað 4 ára eða eitthvað. Nei, guðmenn góður. Ég fór á hann í bíó, ég var samt traumatist eftir að horfa á hana. Ég var bara eitthvað, það var alveg mörgu sinnum sem ég var bara eitthvað, ég þarf kannski að fara út. En síðan var ég bara eitthvað, ég ætla að halda fram að horfa á þetta. Er þetta góð mynd? Þú getur verið hreinskilin? Já, ég get algjörlega verið hreinskilin. Sem hryllingsmynd er þetta góð mynd. Sem mynd yfir höfuð er hún fucking disaster, sko. Það er bara... Býta ok, þannig að þér finnst þú virkað sem hryllingsmynd? Já, það er nefnilega málið. Mitt ranking er bara, er þetta hryllingselementin sem að virka? Ef þau virka, þá er ég bara ekki að þetta er góð hryllingsmynd. Er það þá bara að þú sért hræddur eða... Já, hún fokkið mér, hún sé nóg mikið sem ég mun fara í eftir breadcrumbs, þú veist, nóg mikið build up, þú veist, sagan vel skrifuð og þannig. Og þess vegna er ég bara svona, þú veist, þegar kemur að leiknum, þú veist, auðvitað eru hryllingsmyndir með góðum leikurum. En stundum eru hryllingsmyndir bara búna til þess að vera ógeðslega scary og þá er leikurinn stundum svona, meh. En ok, þá, Reykjavík Whale Watching Massacre, myndið sem pabbaðin líki í, en þú segir bara svona, þetta er disaster sem svona venjuleg mynd, alvöru mynd, en þegar þú virkar sem hryllingsmynd. Hvað virkað þá í henni? Það var gott gór, var hún spennandi? Gott gór, gott build-up, mjög gott build-up fyrir hryllingsmynd. Bara vel tæmt hérna, þú veist, tímarina síðan, og þú veist, endurinn á myndinni er líka geggjaður þegar kemur plot twist og... Sem virkar, ekkit aðstæðanlegt? Nei, það er bara frekar svona að það er random en það er samt alveg cool. Ok. Og já, það er bara byggingin, jumpscarein, þú veist, það sem að ég vil sjá í hryllingsmynd er nokkur neginn í þessari mynd, skilur við. Ok, þá erum við einu spurningu. Af hverju erum við, Íslendingar, af hverju erum við ekki að gera fleiri hryllingsmyndir? Spurning? Það er bara því að ég er ekki byrjað að gera myndirnar. Ég styði heilsugar, ég vona að gera hryllingsmynd. Ég mun gera 100%. En ég er bara aldrei fattað þetta því að hryllingsmyndir eru rosalega vinsælar. Já. Bara í heiminum. Ég meina það er alveg, hafa alveg verið gerða nokkur hryllingsmyndir íslenskar. Ekki margar? Nei. Frost, ég horfði á hann daginn. Hvernig var hún? Ég sá hann ekki. Ok, ég skil. Nei. Sem hryllingsmyndu var hún fein. Sem venjuleg mynd, þá var hún hérna hálfbjóður, sko. Það var algjör hálfbjóður, sko. Það er ekki sáttur? Nei, þú veist, ég var ekki, þú veist, þegar ég sé hana og hún er bara með rating upp á 4 stundur, þá ég fer aldrei inn bara eitthvað, ég ætla að einmynda mér eitthvað að það sé góð mynd, því ég veit að það er ekki góð mynd, skilur við. En af hverju erum við ekki að gera góðar hryllingsmyndir? Ég veit ekki, sko. Mögulega átti að það er ekki profitable og aðrar, það er mögulega á því, en þú veist, ég meina... En sagan hefur svona ekki sýnt það, að því að sjáðu bara svo Blair Witch Project. Já. Sem að kosta ekki raskat. Nei, en var ekki ekki. Og það er að mynda að þú veist þannig markasetningu svona, og maður briljant markasetning, það var það besta af myndina, markasetningin, hún græddi fullt af pening. Já, mitt. Af hverju erum við ekki að gera eitthvað, ekki nákvæmlega svo Blair Witch, en eitthvað spennandi. Já, eitthvað í sama dúri, eða bara góð spurning, sko. Þess að ég ætla að reyna að gera feature film sem er hryllingsmynd. Og ertu með eitthvað svona plan? Ætlar að gera þetta um 30 eða eitthvað? Nei, ég er að vinna í öðru handriti núna af annari mynd sem ég bara ný byrjaðir sko, með vinkunum minni. Ertu múin að læra eitthvað að skrifa eða? Já, ég var í handritskurs í skólanum og síðan fór ég líka í lýðaskóla í Danmörku sem ég var að skrifa handrit og þú veist, googlaði hvernig það átt að vera þannig að ég hef alveg, þú veist, ég veit ekki að skrifa eitthvað mikið skilur, en ég er bara með, þú veist, ég er með eitthvað grunn? Já, ég er líka bara með professionals í kringum mig, þess bróður minn heitir Haraldur og er leikið ófærð og pabbi minn, þú veist, hefur verið í leikhúsi í mörg ár, bróður minn er útskrifaður sviðslistabraut og þú veist, ég er með, þú veist, fólk sem veit hvað er að gera, þannig að þú veist, ef ég fer til þeirra og fæ feedback, þá er það feedback svo... Frá prófólki? Já,
þannig að þú veist, það ekkert mál fyrir mig þannig séð og ég þakka þeim öllum kærlega fyrir bara að hlusta á þetta. En vonum við sé að hlusta? Já, þeir verða að hlusta. Eða horfa, þetta er á YouTube líka. Nákvæmlega. En já, þetta er svolítið spennandi og ég er svolítið spenntur að sjá ungt fólk koma svolítið svona fersk inn í þennan bransa á Íslandi. Já. Að því mér finnst þetta að vera voða mikið, að því við erum farin að gera alveg fína myndir. Já, algjörlega. Þetta er svolítið mikið svona drama eða grín. Já, mjög mikið þannig. Ég var alveg til að fá okkur að sci-fi-mynd, skilurðu? 100% sko. Eina hasamynd. Ég er bara balti, what's poppin', skilurðu? Já, nákvæmlega. Þú er búin að vera að gefa góð hluti. Ríðu það svona. En mér langar að fá, því þeir eru alltaf að ryðja brautina. Já. Þessi eldri kynslu. En mér langar svolítið að fá þess, eitthvað eins og þig, eitthvað 25 ára eða undir 30, að gera eitthvað cool. Það er minn draumur. Algjörlega sko. Og ég mun alveg að reyna að hrinda því í gang. Er þetta á íslensku eða ensku? Hvað? Handriti? Já, hún er hérna... Þú sérðu fyrir að gera íslenska hryllismynd? Já, myndin sem ég er að gera núna er ekki hryllismyndir reyndar, en hún er, þú veist, hún var vel á íslensku með sem bara einskum texta. En ég væri alveg til að gera íslenska hryllismynd, sko. Bara fer eftir... Já, það sem íslenska er tungumálið, aðal. Já, ég var alveg til í það, sko. Bara út af því að, þú veist, eins og það hefur syngt fram, skilur, að það er alveg hægt að markasetja bara með subtitles, skilur. Algjörlega. Ok, ef að fara aðeins inn að lista hér. Endilega. Ég er alveg bara mjög spenntur. Ég fíla hryllismyndir líka. Þú ert bara á nálum. Ég er mjög spenntur. Viltu fá að ég fara upp? Já, farðu upp. Við endum á númer 1. Ok, númer 10, sem ætsindalega var ofar, er A Quiet Place. Þú ert reyna henni? Geðveik, sko. Ég var líka nýbúin að horfa á allt The Office þegar hún kom út og ég var bara ekki, oh my god, það var ekki simpa yfir hérna, hvað heitir leikarinn þessir? John Krasinski? Já, ég er fucking siðlust að ég veit ekki hvað heitir, sko. Hvað fílar svona mikið við þessum mynd? Með þess bara handið í geðut, eða með þess leikunni líka ógeðslega góður, skilur. Ok. Og handið er gott, skerinn góð og það var ekkert svona, þú veist, ég held að með eitthvað fucking hálfsunum. Þú mást bara ræskja þessu og vilt. Fáði vatn. Ég var að borða eitthvað svona veði á það með eitthvað svona lauki og það var alveg bara svona... Já. Það er ekki sniðist. En já, mér fannst að vera bara, þú veist, uppbyggingin á þeim jumpscare er svo cool og því að það er svo mikil þögn í myndinni. Svo mikil þögn og það er það sem að gera hennar svo einstaka. Og því að þú veist, ég man ekki eins og hvort það sé tónlist í henni. Jú, það er tónlist. Já. En samt sem áður, þá er svo mikil þögn sem gerir þetta svo ógeðslega nett og þú verður að, þú veist, það gæti alveg hver sem er gert eitthvað mynd það sem er bara, ég vil hafa ekki mikla þögn og eitthvað. En þú veist, þú verður að kunna execute það rétt, skilur. Það þýr ekki að vera bara eitthvað, og það er bara ekki, það var ekki mikið þögn, þú veist, það er það sem er gert svo vel. Með þessum ófriskum, skilur, það er svo mikið element sem að þetta er svo ógeðslega góð hugmynd, þetta element, að hafa eitthvað svona audible dæmi sem að attraktar skrimsli þannig að þú ert svo, það tengir svo mikið að þú ert svo mikið on the edge með karakterunum, þú ert bara eitthvað, það heyrðist, skilur, og það var allir bara eitthvað í salnum, það var algjör grafa þögn og fólk vildi ekki að heyrist neitt, skilur. Ok, þá er ég að spyrja þig, að ég hef aðeins talað með þessu mynd í þessu podcasti. Já. Við erum ekki sammála. Ok. Ég hati þessu mynd, sko. Já. Ég þóla hann ekki. Mér finnst hún glötuð. Það var gaman að vera hér. Nei, það er svo gaman að fólk er ekki saman mér. Mér finnst það ekki það. Og ég er ekki að reyna að fara að samfæra þig að þér eigi að finnst þú léleg. Nei. Þú veist, við erum ekki að gera það. En fannst þér, að því að grunnhugmyndin er cool, en fannst þér eins og handritshöfundar hafi hugsað þetta alveg í ræmur? Þú veist, to be honest, það verði ekkert eitthvað ógeðslega mikið að fókusa á handritið og ég nefnaði ekki þetta oft, bara því að mér finnst þetta cool að nefna og ég hef skrifað eitthvað handritið, þannig að ef ég man svona, ef recollectionið mitt er nógu mikið að, þú veist, að það hefði ekki verið crap, þá er ég oftast bara, já, þetta var fínt handrit. Þannig að, þú veist, auðvitað var ég meira að fókusa á scary partin af henni, en ég er lókislega bæjast líka bara út í þetta, er Jim og The Office, skilur, þannig að það er... Og þú ert mikill fan? Já, algjörlega, sko, ég fann dýrka þann karakter, sko, og þú veist, ég er alveg bæðist þess fólk og það málar þetta allt hjá mér, skilur, en ég fílaði myndina sem alveg í drastli, eða ég fór á henni í bíó, það var sem er hún geggið, sko, þannig að, veist, já, mér finnst það bara góð hugmynd. Ertu spennt fyrir 2? Já. Jesus Christ, maður, þegar ég sá hún að koma út, það fucking hoppaði upp í stólunum mínu.
Ég bara, I can't wait, sko. Bara stutt, það sem buggaði mig mest þessum mynd var í rauninni að þeir voru með þessu hugmynd. Já. Og mér varst þetta er svona high concept mynd. Já. Bara hvað, þetta er heimur, eitthvað svona árás, þetta eru kannski geimverur, það getur kynna þessu geimverur, þessi skrimsli. Og þær heyra svo gett vel og hún ekki gefa frá hljóð. Já. Þetta hefur kannski verið pitsið þeirra, skilurðu, þeir voru að selja þessa mynd. En mér fannst það ekki hugsa nægilega út í þetta. Mér fannst að reglurnar í myndin ekki á nægilega skýrar. Þessar geimverur, þær heyra, það er kannski 2 kílómetrar frá þér, en þær heyri þeir gera eitthvað inn í herbyggi, en svo þegar þeir eru inn í herbyggi með þér, þá heyra þeir ekki anda. Það er svo reglurnar... Það meikar mjög mikið sens. Skilur hvað við? Þannig það meikar ekkert sens. Í myndinni. Já, ég skil hvað það meinar. Þannig ég sem áhorfandi er bara býtu, hver eru reglurnar? Hvenær heyra þær? Er það bara þegar það hentar handriðshöfundum? Já, rúglega, sko. Skilur þau? Ég fatt að það er núna, það er alveg stór daggar í myndinu, sko, það er alveg satt, sko. Þannig að ég hafi fílað myndinu í drast, sko, en það er svona alveg mjög góða punktur. Það er líka alveg hryllismyndir sem ég horfa á sem ég bara, þetta meikar ekki sens. Algjörlega. En þetta fokkaði mér, þannig að mér finnst það cool, skilur. Já, og líka bara, eins og með þig, þú kannski bara gast horta á þessa mynd. Já. Sem bara eitthvað svona gott andrúmsloft, spennandi og ekkert af því. Já, En ok, Quiet Place. Já. Ein sem ég er búin að sjá, allavega, á þessum lista. Já. Og þetta fann sem voru ömuleg. Þetta er samt gaman, við erum ekki sammála. Mér er skala að heyra af hverju þú fílar hann. Ok, ef þú hefur séð þessa mynd, þá fælur plus í klatan hjá Jansi. Ég talaði stundum í 3. persónu, það getur verið cringy en það er alltaf. Það er ræðilegt, en samt svo cool. Já, við verðum bara að hafa það. Það er bara, mér líst bara vel að. Já, ég er aðeins smá stundum cringy og ég leiði mig það bara. Hvað með næstu? Ef ég heyrt þessa mynd, fæ ég plus í klatan. Ég meina, ef þú hefur séð hérna, þá bara býðið þér út á date, sko. En, þú veist... Ok, ég til í það. Ok, gott með það. Ég ætla bara að ljúga þér, segja. Waff-HS 1. Hún heitir actually Waff-HS. Já, ég veit hvað myndir. Þú veist hvað myndir? Já, þetta er stuttar sögur. Já. Eftir, er þetta ekki allt hryllismynda leikstjórar? Jú. Við minnið það? Jú. Já, ég er búin að sjá það. Nei. En ég er ekki búin að sjá 2 og 3. Ertu búin að sjá 1? Já, maður minna það. Ég held ég sem að sjá fyrstu frekar en 2 og 3. Gauður, 2 og 3 eru líka alveg fókt, sko, en fyrsta var svo fucking... Það er til og með skottaði með mynd sem er ekki góð mynd. Þú veist, hún er ekki... Ég man ekki eins og hvort hún hafi verið eitthvað það vel leikinn eða eitthvað, en hún var svo mikið í mér út af því að það er scenery í þessari mynd og bara svona, ég ætla að segja, þú veist, trigger warning fyrir ykkur sem er að horfa á, þú veist, ef þið eru viðkvæm, þá bara vitið að það er scenery í þessari mynd sem eru viðbjóður, sko. Þá menn ég að það var ein sena í Waff-HS 1 þar sem ég held ég í fyrsta skipti ég var að horfa myndina og í fyrsta skipti ever greip ég augun á mér og það með þetta að vera svo ógeðslegt. Er þetta, reyðum hann aðeins upp, var einhver eins saga, eitthvað svona zombie saga? Er það ekki í fyrstu myndinni? Jú, ég held það, sko. Ráðist á eitthvað svona... Jú, það var eins og leys, jú. Var það ekki? Jú. Og eins sem var eitthvað svona djöflasaga í einhver íbúð eða... Já. Var það ekki? Jú, og sem var bara vegi alveg... Getum við spoilað það, segjum bara spoiler alert. Já, spoiler alert fyrir Waff-HS. Já, síðan að þú veist, það er sena í henni, eða mannsættu því, þar sem að það var eitthvað gælla með eitthvað ógeðslega skrítin sena, það sem var eitthvað gælla með eitthvað gríma á sér og hún hérna, og það var satt þannig að það er eitthvað stutsa, þau fara inn í eitthvað mótel, eitthvað lesbíu kærstupar, verið sofandi og síðan eitthvað sjá við myndavél kveikna á sér. Og hún er eitthvað að rekorda inni og maður heldur þetta sé einhver annar og síðan eitthvað fer manneskjan að speglinum og þá er hún með eitthvað svona plastgríma á sér sem að lukkar fucking off, sko, og þetta er alveg mjög þú veist, creep element að þessu er alveg brilliant, sko, og því að ég var bara eitthvað, hvað er ég að horfa á? Og síðan bara eitthvað lappar hún aftur spoiler alert og líka trigger warning og því ég líka með bipolar þannig að fólk má ekki triggera, sko. En síðan eitthvað sér maður að þetta er kærastan og hún eitthvað lappar upp að þessar kæðsinni sinni sem er svoandi tekur svona switchblade og sker hálsinn á henni í sundur. Já, nefnilega, sko. Nú er ég að pæla bara hvort ég hefði síkast í 2. Það menn ég bara, þetta er literally, ég sá þetta og ég greip fyrir hennum, þetta var bara of mikið, sko, og þessi sena er ógeðsleg, sko. Og það menn ég bara, þetta er ekki eitthvað svona smá, þetta er bara eitthvað, þetta er bara svona að horfa eitthvað operation, hún er bara stingur í hérna og síðan hún er bara að skera af henni hausinn og hálsinn og í gegnum og það er Jesus Christ, sko.
Ég man eftir þessu, ég var heima á frænda mínum að horfa þetta inn í tölvunni og það var allir það var að koma kvöldmættur og ég var að horfa þessa mynd og þetta er áhugavert og sem var ég bara, fuck my life og þetta var bara, þessi sena viðbjóður, sko. Ég er bara að pæla að ég en það ekki allar senar í þessari mynd svona, þetta er bara svo vitið það, og þetta náða að fokki mér þannig að, og það alveg erfitt að fokki mér, og ég gæðin sem að fer og horfa hryllismynd og ef að jumpscare nógu gott þá fer ég að hlæja upp á þetta og fólk hatar það, en ég hlæjaði út í með svo gaman. Já, bara að þetta verður vel hefna. Já, sem getur verið fucking obnoxious, sko. Já, þannig að þú fagnar því í rauninni. Já, og stundum hlæja ég líka bara út í að mér finnst, þú veist, ég með svo komið svo háan tólunarsgang að vera skert og þegar fólki bregði þá er ég bara Já, ég skil. Og fólki bara ég var í bíó í Danmörku og fór á mynd. Ég fór á hérna Us, hérna og vinkonum minn í Danmörku, ég satt við hliðina á henni og hún literally sagði mér að þegja og því að ég var svo pirrandi. Og ég myndi aldrei hana með þér í bíó. Nei. Nei, segir þú. Don't do it, sko. En eins og ég segi, það er langt síðan ég sá Waffles. Mér minnir að ef þessi atriði eru, er þetta ykkur 4-5 sögur, eða? Jú, en það er líka alveg sögur í þessu sem er ekkert svona, þú veist, fuck, þetta var bara eitthvað beyond. Þetta var sérstaklega þetta. Já. En ég veit ekki það, ég man ekki hvort ég hafi séð að þeir gerðu hvað, 3 myndir. Allavega 2 Waffles. Þriðja var ógeðslega random, sko. Það var bara það var bara ég var að horfa á hana og ég var bara er ég að horfa á eitthvað conspiracy dæmi, þetta var bara þetta weird. Já, ekki eitthvað svona endilega lélegt, þetta var meira bara svona sem þú ert að horfa á mynd og þú veist alltaf ekki hvar sögur þurfa er, en hann ekki að djúpur, þú ert bara þú veist, er ég að missa af einhverju, þú veist, hvað er í gangi? Það er ekki myndið síðan. Nei, það er svo þegar ég horfa á Tenet. Oh my god. Ég var bara ég fór með vinkunum mér á hana og vorum bæði bara Ég skildi ekki. Ég skildi ekki til þeirra. Nei, Ok, þannig að Waffles, ég ætla að veit hvað þetta er. Já. Ég hef búin að sjá annað 1 og 2, ég man ekki hvort það var. Það er mörg ár síðan, þetta er alveg nokkra ára gamla myndir. Jú, algjörlega, sko. Þannig ég man það ekki alveg. Ég man að þetta var alltaf í lagi, þess að ég sá. Mér minnar einhver saga að hafa verið með einhverjum, hvort það verið einn gæi í einhverju íbúð, eitthvað fekk hann ekki eitthvað svona augagrætt í sig? Jú. Er það ekki? Jú. En er það í fyrstu eða númer 2? Manstu það? Ég man ekki alltaf þessi fyrstu eða númer 2 að salan sinni hvort það er, sko. Okay, það er ekki eitthvað myndir sem að rífhaldsa það mikið út í að það eru svo basic. Ógeðslegar basic, en það er svona alveg, sem hryllismyndir eru þær góðar, skilur. Þú ert, þessi myndir að fara, þú veist, ég horfa myndir þegar það kemur hryllismyndum, þá horfi ég á þær til að skáta að það getur fokkað í mér, þú veist, ef það fokkar smá í mér og það eru samt skemmtilega, þá er ég bara ok, cool, skilur. En allar samt að bjóða mér að date ef ég er búin að svo 2 en ekki 1? Ég byrja bara í bíó á eitthvað hryllismynd. Vistu vel að? Ok, Waffles, með svona stuttum sögum, ertu hrifin af svona stuttum sögum? Að þetta er ekki ein saga? Það er alveg cool concept, sko, og þú veist, það virkar alveg að það er executed rétt, en það er ekkert eitthvað preference um mér, skilur, ég er bara eitthvað, ok, þeir fóru þessa leið, náður að gera það, eða náður, það er bara eitthvað, ok, cool, þú veist, þetta virkaði, og, já. Persónulega myndi ég alltaf kjósa samt, ég vil bara lengur, ég vil einu sögu. Já, algjörlega ef það er, þú veist, ég myndi alltaf frekar verið þannig, en mér finnst bara gaman að sjá nýja hluti og Waffles, hún, þú veist, virkaði út í að það var, þú veist, langa sagan var að gaurarnir voru að fara hana inn í einhverja íbúð með einhverjum sofandi gæja sem var fucking creepy og voru að horfa okkar, þú veist, myndir og þú veist, það var langa sagan en það var sem ekki eitthvað saga beint. Nei, það var frekar svona rammin utanum. Já, það var rammin utanum sem var bara eitthvað, en þú veist, það endaði með að vera einn af sögunum sem var alveg cool, en það var sem ekki eitthvað, þú veist, eins og við segjum, þú veist, það var ekki eitthvað feature dæmi, það var bara eitthvað, og allt í unni var hann, eitthvað, búm. Nei, en mér finnst líka að ég fíla við þetta er að svona leikstur að fá tækifæri til þess að prófa eitthvað nýtt, skilur, leika sér aðeins, þetta er bara svona stutt og sögur, ekkert kosta mikið, ég fíla það. Já, ég meina ég var alveg til að prófa að gera svona hryllismyndadæmi á íslensku. Og myndið þú þá vilja að þú myndið þá gera eina sögu og svo kannski einhver annar sem þið gera aðra sögu? Já, allavega, við myndum setja saman og finna svona það bil þema, skilur, svo það væri ekki órændum, en þú veist, ég meina, þetta er nógu cool concept og það er ekkert að vera erfitt að executa að það er oftast í svona dogma-dæmi, skilur. Það er málið, þetta getur mjög ódýrt. Já, algjörlega, sko, sem að ég fílar það, sko. Já, algjörlega. Ok, eru við farnir í hvað, númer 8? Þá getur að byrja vel, ég er búin að sjá 2. Þessa mynd eftir að hafa séð líka, og þessi mynd er geggjuð. It Follows. Þér fannst þú góð? Með þessum geðveik, fannst það nú léleg. Þér fannst þú sakta. Þú voru ekki að segja þetta lengur. Hún hatar mig. Bara hvað er ég að bjóða þessu gæja? Nei, mér er svo gaman að heyra ólíka skoðunir og hvað fólk fílar.
En segð mér fyrst nú hvað fíla með hana? Af hverju valdur 1 follows? Ég fíla 1 follows út af elementið þar svo simple. En til og með þess að maður í comparison við A Quiet Place, núna þegar þú gafst mér þetta kommentar á A Quiet Place, þá var ég bara eitthvað, en 1 follows, ég horfði á hana sko, við erum með svona one-on-one boys reunion, þar sem við allir strákunni komum saman að horfa á hryllingsmynd og bóðum hérna pizza og eitthvað stöf, alltaf rétt fyrir áramót, ég og bræður mínir. Gekja. Og við horfðum á hana þar, og ég var reyndar búinn að sjá hana þá, en hún var það góð að ég horfði á hana aftur með þeim. Og þú veist, elementið í henni geggjað. Þú veist, þetta svo simple, en samt svo disturbing, skilur. Og síðan voru líka bara með sagan vera flott, geggjað nett, þetta var alltaf bara eitthvað, þú veist, þú verður að sofa hjá einhverjum svona transferist. Þetta svona svona bölvun eða eitthvað. Já, einmitt, sem er alveg steikt, en það virkaði bara svo vel, og síðan aðalega það sem ég fókusaði á var, þú veist, auðvitað sagan og allt þannig, en út ég að taka svona þetta perspektíf á sem svona elementin í henni sem ég fíla. Þú veist, transitionin milli personuna sem að voru spoilerar að spáði, þú veist, þegar þau voru til og með inn í íbúðinni og þau eitthvað, það manneskja að labba þeim og síðan lokaðu hurðinni og opna og þá manneskjan alltaf inn og orðin eitthvað 2 hálsmetra hár gæi. Það eftirminnilegast atriði fyrir þú veist, það svo cool og ég var bara eitthvað, það það sem ég fíla, þetta svo mikið smáatriði, þannig séð og mjög scary. Mjög scary og þetta fokkar svo mikið í manni, en það sem fokkar í manni að þetta sé alltaf inn og bráðin eitthvað rísi og maður bara, þú veist, það sem svo skemmtilegt, því að það þessi hluti sem ég spáði, þú veist, hvað fokkaði mér það fokkaði ekki mér, ég vissi alveg að vera eitthvað manneskja að vera eldan, en þú veist hefði alltaf verið bara eitthvað Shrek komin þá hefði verið bara eitthvað what the fuck, en þetta var bara eitthvað 2 metra, gæði var huge. Já, virkaði bara svona hálfur rís og hann var líka ógeðslegur fram. Já, hann var með svört augu og þess vegna var ég bara eitthvað, það svona detail sem ég spái í og það er svo mikið nörd þegar kemur þessu sko. En svo líka bara sagan mest handrið og mest bara líka bara mest að vera góð mynd, skilur, hvort sem að ég man ekki hvort hún var vel leikin eða ekki, en þú veist, hún náði markaðið sínu og hún var vinsæl, eða sem já, algjörlega, þú veist, hún náði alveg sínu markmiði og fyllt upp í öll box, eins og við segjum. Algjörlega, og hún svolítið svona líka partur af svona new school horror. Já, algjörlega, sko. Það koma nokkrar, hún var svona oftast 1 eða 2 á ári, í nokkuð tíma, já, sem kom út, Babadook, The Witch, 1 follows og þessa myndir. Þannig að já, ok, 1 follows. Hvernig hérna, eða ekki hérna? Babadook. Ég að ná þessu það? Í Babadook? Já. Það var alltaf eitthvað svona hljóð í skrýmslunni. Hún listanni? Já og nei bara? Nei, okay. Hún ekki listanni minni sko. Ég hef séð hana og ég var bara gæðist fíla hana, en hún tekka ekki öll bósinu mér, þannig ég var bara eitthvað, þú veist, ok, cool. En þannig að þú, eins og þú varst að tala um þetta atriði í 1 follows, þegar hann breytist í einhvern reisa og kemur hann inn á hana, og ég var að hugsa um þetta atriði þegar þú sagði hana. Já. Mér finnst þetta eftirminnast atriði í myndinni. Hjá þér, þú ert að horfa á okkur hræðismynd, og hún kannski segjum bara svona 7 í einhvern. Já. En það kemur eitthvað svona atriði, hækkar þá hjá þér. Já, út af því ég svo mikið að einbeita mér að því, eins og þú veist, ef ég væri að og mun skrifa handrit, það var alltaf þannig að ég var með mig, einhvern annan sem var nördur hryllingsmyndum, sem myndi ég líka velja að fá eitt sem bara að fókusa á þú veist, hérna söguna að gera hana góða, skilur þrátt fyrir að ég gæti alveg, ég myndi að efa mig því og alveg in the process og alveg gaman að geta gert það, en ég bara svo ógeðslega mikið nördi þegar ég kemur að þessu, að ég væri svo mikið bara að spái, ég literally spái bara hreyfingum í skerinu, hvenær það kemur, hvað þessi breadcrumbs sem að þetta svona hints droppandi. Veist, það það sem skiptir svo miklu máli og það það sem að gerir hryllingsmyndir svo mikið og það það sem að næra fokk í mér, skilur við. Þannig að þú ert aðalega kannski að hugsa atriðin sem slík. 100%. Þú veist, 200%, sko. Það alveg bara, ef að, þú veist, ég hef horft að hryllingsmynd það sem að, eins og hérna The Nun, nýjasta Nun, hún fucking sökkaði. Hún var horfbjóður, sko. Ég var líka bara fokk, ef að Jóns að segja að hún sé geðveik. Nei, það kemur hann aldrei að þurfa pop. Nei, það bara að þú ert útskúður úr society. En málið það að þú veist, breadcrumbs það bil sér, þetta er svona þeória sem ég literally horfa á þetta á YouTube, svona þeóri þegar kemur á hryllingsmyndir dæmi. Það þú veist, breadcrumbs þú veist, ertu að droppa smá hints að sé eitthvað að fara að koma. Ef þú ert ekki að gera það, þá ekkert build-up, skilur. Þetta eins og að vera með dubstep-lag sem bara eitthvað dung, dung, og svo allt í henni bara droppið og þú bara eitthvað, what the fuck, skilur. Þú verður að byggja þau upp. En í Nun, þá var það bara eitthvað hei, hérna, við erum að spjalla saman, bú, og þú bara eitthvað, þú veist. Ég hata það með líka.
þú veist, það virkar ekki þannig. Þú droppar bara ekkert allt í einu, eða þú veist, það ekki skeri. Þú veist, ef það kemur eitthvað gaur allt í einu, bara bak við þig, búm, þá var ég bara ok, en hefðu væri ekki mikið bara byrjar að láta ekki þetta undarlega og horfa ekki mikið á mig, þá var ég bara hvað í gangi og síðan kemur hann, þá myndi mér bregða miklu meira, skilur. Þannig að út af því að það ekki breadcrumbs, sem við setjum svona hints að því að það sé að fara að gerast eitthvað, þú veist, eins og við vitum öll, skilur, einhvers staðar að labba og það heyrist eitthvað hljóð og þannig, og síðan kemur alltaf smá bið og síðan kemur eitthvað búm, skilur. Já. Þú veist, The Nun tók það bara og var bara eitthvað, já, við ætlum ekki að gera það. Sem að lethal mistök og því að þú þarft að gera það. Þetta bara svo að byggja beat, skilur. Ef þú kemur ekki með build-up, þá virkar það ekki. Eða það virkar, það verður bara umöðlegt. Ég var 100% samanlegaður, en þessum líka, persónulega, ég fer eiginlega aldrei á hryllismyndir í bíó. Nei. Ástæðan því að ég alveg samanlega, mér finnst hryllismyndir snúa svo mikið uppbyggingu og andrúmsloft. 100%. Og það kemur þá þið bara kippt úr þessum heimi. Já, ég fatt ekki hvað minna, sko. Skilurðu? Já. Og ég hata það, sko. Að ég elskar hryllismyndir líka, mér þykir rosalega vænt þær, mér finnst gaman eða ná að hræða mig. Já. Þessum vil ég horfa heima. Já, einmitt, já. Af því að ég í bíó og ég að lifa minni í myndina og að byggist upp, svo bara búm, kveikna ljósin, búið slökka á myndinni, kemur bara Justin Bieber lag, allar að standa upp og pissa og það tekur alltaf smá tíma fyrir þig að detta aftur inn í rytman í myndinni. Það alveg satt, sko. Það alveg mjög true, sko. Þetta trufla þig líka, eða? Ég spái því, þú veist, skemmir smá upplöfunina, en ég er bara svo vanur að ég veit að mun koma hlýja eventually. Þannig að, þú veist, út af því að sérstaklega ef þetta sérstaklega þú veist, positionað, ef að hlýja positionað stað, það sem bara svona, þú veist, eins og einhver skerbúinn, ný sena, og maður veit að það er ekkert fara að gerast, þá er ég bara ok, þetta er alltaf leið, þetta er well timed, og því ég er bara þú veist, bíó þurfa að, og því ég er líka svo mikill business haus og er bara að spá í rekstrinum líka, þannig ég bara það vel að gera þetta. Af hverju ekki hlýja úti? Af hverju bara hlýja á Íslandi? Út af því að ég held að það sé bara mögulega út af rekstrinum, kannski er ég að bulla, ég veit ekki, sko, en þú veist, bara út af því að selja meira stöf, græða á þeim sem að... Já, ég skil af hverju ég gerir þetta. Já. Þetta er bara svo að fara í sjoppuna tvisvar, skilur við. Fyrir sjoppuna fyrir myndina og svo fyrir sjoppuna í hléi. Algjörlega. En mér finnst, að því ég elskar bíómyndir svo mikið, þeir eru rauninni að gera þetta, finnst mér, í hálfgerðu leyfisleysi. Að leikstjórum vill ekki sjá myndina svona. Nei. Í gamla daga, ef myndir voru mjög langar, þá setti leikstjórinn inn, eða stúdíóið, bara intermission, það var bara hlé. Já, skilur, þá eru þeir ákveða hvaða placement er á hlénu. Já. Ég veit ekki hvernig þeir eru heima, þeir eru ekki bara að ráða þessu sjálfur. Jú, ekki það ég veit það, en ég myndi alveg búa þessu því, og því að þú veist, maður hefur alveg, ég hef alveg farið í bíó það sem er ekkert hlé, þannig að jú, rúglega. Ég bara, já, allavega, ég ætla ekki, ég destum mikið svona rant út af þessum hléum. Já, allt í góða, sko. Ok. Við erum bara Við erum bara spjalla. Cancela þessum hléum, sko. Hvert er þessu komin? Þú varst að tala um svona Nun, hún er drast. Hún er ekki á listanum. Er hún nummer 1? Hún er bara upp í rassinum á okkur liðlegum kvikmyndagerðarmanni, sko. Hún kemur ekki nálægt þessum lista, sko. Næsta mynd er One Man. Númer hvað er þetta núna? 7? Já. Númer 7? Já. Ok. Þessi mynd er geggjuð. Ég er spenntur að sjá hvort þú komið eitthvað sem ég ekki sé. The Strangers. Fyrsta? Já. Ok. Önnur var reyndar líka geggjuð. Ok. Mér fannst önnur, erum við ekki örugglega að tala um sömu myndina, við erum að tala um hana parið sem að fer og síðan eru einhverjum gaurar með grímur og eitthvað stafn. Já. 3 manneski með grímur. Já. Þú veist, það er eina svona fyrsta myndina sem ég horfði á, sem ég horfði á hana með stífbróðum mínum og við vorum genuinely terrified eftir að horfa á hana. Og því að hún executar allt. Þú veist, hún er svo simpul. Þetta er svo simpul koncept. En hún er með svo ógeðslega feit breadcrumbs. Þú veist, hún er með svo ógeðslega gott build-up. Og svo ógeðslega góð scares. Og svo líka mikið af svona subtle, þú veist, þegar maður er að labba eitthvað staðar og þú serð, skilur, það sem að vondakallinn en ekki við, skilur. Þú veist, þessu executions í myndinni eru svo fáránlega góð. Og þess vegna, þú veist, hún er alveg gömul, skilur, hún er ekki Neo It Follows og svoleiðis, en... Er ekki 2006 eða eitthvað? Jú, en hún er svo fucking góð út frá því, eins og ég segi, þetta er fyrsta myndin sem er bara, hún er eftirminnileg í hausnum á mér, út af því að hún er bara eitthvað, execution er svo gott, leikurinn er svo góður, þetta er svo gott placement, út af því að það er svo auðvelt bara eitthvað, þau eru með síma og vondi hvernig þau taka símana
spoiler alert og eða þú setur ekki sem bara fyrir hún spoiler alert, eða það ég setur sendi kamerun á ég hef gert það, spoiler alert svona eins og stikkar ég veit, en þú veist leikurinn, elementin handritið líka endurinn, trullugóður samtalið svona ástæðan fyrir þau sögðu bara eitthvað, why did you do it, bara eitthvað, because you were home það var frekar random augun mín fór svo langt aftur í hausunum á mér þegar þau sögðu það oh my god já, ég veit ég var líka bara eitthvað, ég og bróðum við vorum báðið bara eitthvað var það ekki, já, sagði ekki eitthvað because you were home jú, eða because you answered eða eitthvað, það var eitthvað svona nei, bara because you were home en síðan ég bara eitthvað þannig að make doesn't alveg sense ef að fólki er bara murderous psychopaths og því að það hafa psychopathar gert þetta í alvegurinn, skilur eða ekki bókstæðlega þetta, en ég er að segja þú veist fólk sem snar geðrætt og psychopathar, skilur það er ekkert eitthvað út af því að ég geti eins og stokk og þú eiginlega fyrirtæki og það kemur ekkert eitthvað góð ástæða, skilur það er bara eitthvað afhverju, bara eitthvað út í að mér langa út í ég var, þú veist, abused í childhood og ég fucked up, skilur og stundum bara líka meira skeri að vera ekki minn en ástæðu já, algjörlega, skilur þau eru bara eitthvað, mér langar bara að drepa þig já, ég veit og þess vegna var þetta bara út frá því að öll elementin, þú veist, þetta var bara svona eitthvað ef við þurfum þetta element, komum við gett gott gett symbol, sem virkaði svo vel og maður var aldrei eitthvað, akkur er þetta að gerast maður var bara alltaf eitthvað, holy shit bara eitthvað, þetta er bara að gerast en finnst þér að þetta er svona home invasion mynd? Já. Finnst þér það er svona yfir höfuð skemmtilega? Finnst þetta scary í þessu tilfelli, þá finnst mér þetta mjög scary og þetta er svo vel gert þú veist, það er alveg mjög auðvelt að gera svona mynd, þú veist, lélega eins og þú veist, í sögum myndum þar sem fólk er bara hlaupandi neighborhoods skilur, altså í sem Halloween myndunum þar sem hann er bara lappandi og maður veit að þetta er gett harðu gæi og ég er alltaf bara ok, það er líka stöfið í þessu mynd sem er ekkert fyrir að make sense eins og sem er sendar undir ekki hryllingsmynd eða svona borderline Unhinged með Russell Crowe já, það sé hana en ég ætla ekki að spara það fyrir henni hún er ekki góð en hún er samt skemmtileg upp á þú veist, að fokkar í manni og hún er alveg brútal sko, alveg mjög brútal en þú veist, svo myndi bara þau eru að hlaupum og má ég spara smá að það Unhinged? Já, mér er alveg svona þú veist, það er eitt atriði þar sem að þau eru bara eitthvað hann nær símanum hennar og þess að hann er eltagelu er þetta ekki eitthvað svona psycho driver eitthvað? Jú, basically bara road rage og hann er bara eitthvað you think you're having a bad day, bara eitthvað I'll show you what a bad day is ég var búin að heyra það úr glötu mynd hún er glötuð, sko ok, þannig að þú spoiler svo vilt fyrir mér hún er skemmtileg, skilur það er gaman að horfa á hana og þú ert bara eitthvað hvað er að gerast, þú veist það væri gaman að horfa á hana með Papa og Coco og vera bara að hlæja með, þú veist, að taka skot hversin skiptir sem eitthvað steikt gerist þannig að hún er kannski léleg en ekkert leðileg já, hún er entertaining, þú veist ég og félagið með fórum á hana og vorum bara hlæjandi og krynsandi yfir henni en með þess að gaman að horfa á hana, skilur óþolandi bíó já, algjörlega það er ekki grímmynd nei, ég veit ok, hann nær símanum já, hann nær símanum hjá henni hittur lögmenninnar á einhverju kaffihúsi og drepur hann með því að brjóta sko, literally svona bolla, ég er ekki að djóka, hann var end-ethnical hann eitthvað braut svona bolla fram hana og það braut á hann allt andlið og síðan tók hann síðan kýldi hann tók hann haustur á hann, barðan hann á borðið og stakk hann með smjörknifi í hálsinn og bara slátraði hann Ég til að sjá þetta? Já, þetta er brútalatriði en það málið er það að það sem meikar engan veginn sens við þetta er bara eitthvað það var enginn sem hringdi strax á lögguna eða löggan kom til ekki seint þetta var svo mikið bara eitthvað þetta er kaffihús þetta mig þú veist, ef þetta myndi gerast og þetta var í Bandaríkjunum þú veist, á þessum stað ekki það ég veit ekki hvort það er mikið að byssum á í þessu fylki eitthvað sem er en ég bara segja, þetta er Bandaríkin það myndi alltaf held ég einhver gera eitthvað skilur það var einhver redneck sem kemur með byssu og er bara þú veist þannig að þú varst ekki að kaupa þetta þú varst bara nei, þetta var svo mikið bara really? Þetta er eins og að vera bara teg og kaffi og síðan myndi ég bara skera eitthvað háls og það var allir bara kjörir og þetta var margir traumatized en það myndi samt leið koma lögga eða eitthvað örgins það myndi vera meira bara það myndi allir byrja að henda shit í hann eða myndi allan að það sem ég ekki það ég sé eitthvað expert í það myndi eitthvað drepast teg og kaffi skilur núna er ég að hugsa eitthvað andra teg og kaffi en ég var spáðið þetta meika svo lítið og ég er svo mikið bara þetta er aldrei að fara að gerast og síðan voru svo mörg svona atriði það sem ég var bara það var bara léleg mynd já þetta var bara obvious hver er og þau bara þau ná númeraplötun hans þau voru löngu búin að ná honum skilur
og það sem hann var að gera var ógeðslega reckless, hann var ekki að reyna að fela það, skilur. Þannig að þess vegna var það bara eitthvað... Ég sé hann á Netflix. Já. Þú veist, gaman, en bara eitthvað, þetta meikaði, þú veist, þetta var svona The Quiet Place koncepti á þér á styrum með að bara svona, þetta meikaði engan fucking sense. Og ég blóta bara þau svolítið mikið. Það maður fokkur upp á svarðið mitt, þannig að þú maður blóta þessu vel. Fucking best, sko. Fucking best. Núna næsta mynd sem að I hold dear to my heart. Því að hún ein besta ghost scary mynd, svona, hérna, hvað það, svona, tekin upp að myndavel, hérna... Found footage. Já, svona ensemble þannig. Ég ætlaði að senda, það heitir eitthvað annað. Ekki found footage, er þetta ekki um það? Jú, en það heitir eitthvað annað, það eitthvað svona kvikmyndalegt orð yfir það, eitthvað, ég man ekki. POV, point of view eða neitt? Nei, bara það sem að handheld. Já, þú veist, það eitthvað orð yfir það, en þú veist, handheld alveg nóg, skilur, það eitthvað svona... Nú ég bara þvíld að hugsa hvað orð er það? Já, það er alveg þekkt, skilur, þetta eitthvað svona lítið orð yfir það. Ok, þessi númer 6, ekki? Jú. Ok, hvað með það? Grave Encounters. Hann hef ekki séð, en ég hef séð cover'a, ég hef heyrt þessa mynd. Eða séð þess cover'a held ég á Netflix eða eitthvað. Já. Ég hef ekki séð hana. Ég ætla ekki að spóla neinu fyrir þér. Hún góð? Ég held að það var drall. Það nefnilega málið. Þessi mynd ekki góð sem mynd, sem bíómynd ekki góð mynd, og það alveg sumt af þessum leik sem ógeðslega cringy, en skerin í hennu eru geggjuð, sko. Og ég ætla lítið ekki að spóla fyrir þér út af því að hún bara, þú veist, þú þarft að sjá hana, sko. Ekki í spólinni, þetta svona draugadót, eða? Já, og svona disturbing draugadót, og þau eru inn í einhverju svona hérna... Líkhúsi? Nei, þau eru inn í einhverju svona insane asylum, eitthvað svona þannig. Það er classic. Já, og þau eru að vera að taka upp einhverju svona documentary sjálf, og eitthvað, hann ætlar að læsa ykkur, og þú veist, aðalgæðin, stjúbröðum minn, svona running joke mitt okkur, þetta gæðin altså aðalgæðin svo cringy, hann líka, þú veist, hann að leika gæða sem áveri gett cringy, og hann alltaf bara this is Lance Preston with Grave Encounters, but in this we're gonna experience a special phenomena, was there a go, þú veist, hann geðvig yktur, en hann á að vera það. Já, hann á að vera það, en síðan ferðaleg burt með tímanum, og því að síðan hann bara genuinely scared, og þú veist, það þurfu ekki að vera mikið meira en scared í þessari mynd, skilur. Hvort sem þetta er ekki eitthvað góðu leikur, en þetta er alveg suffices fyrir, þú veist, þú horfir ekki að Grave Encounters til þess að vera bara, guður, þessi leikur, þessi karakter bygging. En þú veist, náðu hún að hræða þig? Já, alveg hefi, sko. Og hún er spennandi? Hún er mjög spennandi, og fokkar alveg hefi mikið í þér, sko. Ok, ég ætla að tjekka á henni. Og þú veist, eins og ég segi, hún er ekki vel leikinn, en sem hryllingsmynd hún að gera sitt sem hún þarf, sko. Ég meni, ég alveg til í, eins og þú kannski segja líka, ég sammálaður, ég ekkert að leita einhverjum Óskarssonar leik. Nei, þú veist, þegar ég horf hryllingsmynd með 4 stjörnur á IMDb, þá ég ekkert eitthvað, já, þess ætla ég að horfa á mér fjölskyldunni. Nei, ég vil bara, hún skemmtileg? Já. Flott atriði í henni? Eitthvað cool, skilurðu? Eitthvað flott svona atriði sem kannski maður verður hræddur eða eitthvað? Ég alveg til í það. Það er nefnilega mjög mikið af, og það er nefnilega 2 eða 3 held að séu bara 2. Grave Encounters? Já. Já, þau gerir framhaldsmynd. Já. Sem að... Er þetta ekki á Netflix? Er ég að ruggla það? Ég er ekki viss. Manstu hvað þú sást hana? Stalst henni? Já, ég hnuplaði henni, sko. Eins siðlaus kvikmynd að gera maður og ég er. Þetta var árin ég fór í business, sko. I have a dark past. Drámast góðu gæi. Já. Ok, Grave Encounters. Ég ætla að setja hana á lista minn. Og þegar ég horfa á hana, ég veit ekki hvernig það verður, að ég er alltaf að segja með fólk sem kemur til mín. Já. Ég veit að tjekka þessu. Svo marga myndir. En þá skal ég setja hana á Instagram með mér, ég skal tagga þig. Ég ætla að tilenga þér þetta áhorf. Fíla. Allir saman hvort finnst hún léleg eða góð. Já. Þá skal ég... Eins og ég segi, sem hryllingsmynd. Þá virkar hún. Þá virkar hún. Og þú verður að hafa það, og eins og ég segi, ekki hafa neina expectations út frá leiknum, þú veist, hann er fyndinn, en bara gerðina myndinu sjálfur og sem hryllingsmynd er þetta góð mynd. Já, ég veit alveg hvað það er. Ég lofa, ég fer ekki með einhverja svaka væntingar. Nei. Lofa þig. Eins gott. Svo brjálega. Númer 5. Númer 5. Sem þú ert 100% búin að sjá. Eða mjög líklega. Conjuring. Midsommar. Já, ég er búin að sjá hana. Ég seti actually ekki Conjuring á listan, og því að þær eru geggjaðar, sko. Okay. Þær eru bara, til þess að taka það fram, þær eru geggjaðar. Fyrst er mjög góð. Ég seti Insidious á listan, sko. Ok, tölum aðeins hana eftir. Já, en Conjuring, þær eru góðar. Ég bara, það er svo langt sem ég sé þar, ég man ekki alveg eftir þeim, en bara svona, til þess að halda mínum hérna móral, sko. Þú ert ekki að dissa þér?
Nei, mér finnst Conjuring geggjað, sko. Mér finnst það frábærar, sko. Það er bara svo mikið af svona singulmyndir sem ég langar að vera og ef ég set Conjuring þá er það svo mikið bara svona, þú veist, það ár, skilur, það er svo mikið. Þannig að, þú veist. Nei, það er orðnar, þriðir ekki komin. Nei, það eru 2. En það er alveg Annabelle og The Nun, það er svona heimur. Einmitt. Þannig að, þú veist, ég fíla þann heimalög. Frekar mikið yfir höfu. Einhverja myndir sem ég fíla ekki en ég man ekki nákvæmlega hvað var, skilur. En ég er meira að einbeita mér á myndir sem eru annarkvort með sequel eða bara standalone, sko. Já, ég skilji. En eins og Midsommar, þú nefndir hana, þá ætlum ég að spyrja núna, er Hereditary ekki á listanum? Jú, maður. Ok, sorry, ég er frá hérna alltaf langt. Ekkert mál. Alltaf langt yfir listan. Ekkert mál. Ok, Midsommar, hvað er með það? Hvað fílar þú hana? Hún fokkaði í mér, sko. Ok. Og þú hefur séð hana? Já, ég er búin að sjá það. Ok, spoiler alert. Hérna, senan, það sem að gaurinn hérna, það er eitthvað nýbúa hérna ríðastelpunni þannig inn í það sem allir eru eitthvað dansandi nektir og gaurinn hleypur, já, hann er nýbúin að sofa hjá stelpu sem að er í þessu kalti, hleypur út og lappar inn í hérna hlöðuna, það sem að gaurinn er eitthvað opinn, eða þegar ég sá það, þá legit ég eldinar því ég er ekki eins og að djóka það svakalega? Já, það var í fyrst skipti ever því að bróðum minn var bara guð, þú verður að sjá þessa mynd þú munt fíla það svo mikið og þú veist, ég var alveg bara svona ég horfði á þessa mynd, ég var ekki púðast þessi ég var actually disturbed ég var bara þessi mynd er gegg en ég var, því ég sá þetta ég er ekki eins og að djóka sko. Ég var að horfa á hana og því ég sá þetta, þá var ég bara og ég pásaði hana og labbaði fram og ég var bara what the fuck og ég gerði það svona því ég geti störp og ég var bara what the fuck maður og ég var bara ég var traumatized for life sko. Kúast í alvörunni? Já, en þú eldir ekki? Nei, en ég fekk þú veist, reflexið var bara ég var bara oh my god, það var legit ég var, þú veist, hún náði mér gjörsamlega. En þrátt fyrir að þú ert mjög sjóðar í þessu? Já, þess vegna segja ég, þú veist, ég gef henni fullt kredit að Midsommar, hún er geggjuð, þú veist, leikurinn er frábær, handritið er fucking phenomenal, skilur og síðan eru sönin í myndinni, það sem maður er bara, og þetta er svo mikið bara svona happy-go-lucky og síðan allt í henni bara opið lík og þú er bara oh wow, great En fannst þér það, þegar nú viljum að spoila Midsommar en fannst þér það meira disturbing, það atrið, þegar þú sér að hana var ekki búið að taka, var ekki bara húðin á hann með eitthvað, var ekki búið að opna hann eða eitthvað það var ekki þannig minnum við Nei, þetta er það sem að, jú, hann hékk hérna, hann hékk þannig að það var búið að opna á honum allt bakið Já, og hann hékk upp í loftinu og hann var lifandi En fannst þið... Hann var fucking lifandi, sko. Fannst þið það meira disturbing heldur en gamla fólki sem fór niður hann að klettana? Já, ég meina, ég var alveg búin að átta mig á því að þau væri ekkert að fara að, þú veist, tálka litla nýma, skilur. En hvað fannst þið það aðrið til dæmis? Páll Óskar kom til mín og hann var að tala Midsommar, ef við vorum að tala hana. Og hann var traumatized for life. Nei, hann var að tala að því að Páll Óskar var alveg hardcore kvikmyndanörd og sérstaklega hryllismyndanörd. Legend in the game. Og GOAT, shoutout. Hann var að tala og ég er ekki ósamálunum að það trufla hann svo aðrið með gamla fólki þar hoppar það niður og það er hamar í haus og veit ég hvað að fólki aðal kartinu þeir eru bara svona já, að það kemur svona kona let me explain, ég ætla að útskýra fyrir ykkur afhverju svona þú hefði bara dröllaðir í burtu varst að kaupa þetta? Þú veist, ég var alveg svona varst að kaupa viðburðin? Þú veist, já og nei sko út af því að þú veist, ég hef verið í þú veist, ég hef nátt jáminu eins aðstæð já, við nákvæmlega eins aðstæð ég var einmitt bara á, þú veist, ég hef verið í þessu kvöldi sko fórna fólki frá mig nei, það sem ég er að spáði er bara, þú veist, ég hef verið í þess að ég bara spáði út af sálfræðinni þú veist, að þú ert í intense situation og, þú veist, já, segjum að þú sett bara, þú veist, einhvers staðar og síðan kemur eitthvað gæi, bara, myndi bara skjóta þig, skilur, var ég bara eitthvað oh my god, þú veist, ég var ég bara eitthvað ef ég gera eitthvað, skýtur á mig líka skilur, þess vegna var ég bara eitthvað þú veist, þú geta hlaupið í virtu en það er held ég það sem að það er svona reasoning á bakvið það, ég sletti líka mjög mikið einsku það er alltaf þú veist, það er svona ástæðan sem ég fann til að vera bara eitthvað meikar þetta sense, meikar þetta ekki sense þú veist, þetta er alveg probable, þetta er fight or flight og ef einhver bara dettur fram að kletti og síðan verða að fucking basha hausinn á þeim með einhverju sleggju eða hvað sem þetta var, skilur það væri þetta svo mikið bara eitthvað maður væri svo mikið bara eitthvað
ok, hérna, en eins og við sáum, það var einn sem var ekki einn sem fríkaði út og var bara eitthvað, what the fuck, bara eitthvað. Jú. En eins og Palli sagði, ég alveg sammálum, hann hefði viljað frekar sjá að þau bara verið tekin þá... Bara fangels. Já, bara ræn. Já, þau hefðu bara ekkert haft, þegar þetta aðrið kemur, þá hefðu þau ekkert haft tækjur á að fara, skilur. Já. Það er skemmt fyrir mér upplifunina. Ég hef verið, þá hef ég strax verið bara, ok, þú veist, það hef verið ómikið svona turning point, bara, ok, this shit just got real, en út af því að þetta var bara, það var allir bara, fucking bara, drekka sveppate og eitthvað sétt, og voru bara, this is natural, you don't understand, let me explain. Þannig að þú varst alveg sáttur, þú varst ekkert eitthvað, þetta buggaði. Já, þú veist, ég sá að þá var ég bara, þetta er fucked, en þú veist, þau eru alveg búin að, þau ætti að vera búin að átt að sjá því, að þú veist, þau eru í köldi og ef ég væri á einhvern svona stað þá var ég búin að átta mig á því ekki eitthvað, ég er bara ef ég væri hennar gaur, þá myndi ég Nei, ég skil en bara út frá pælingunum, þá var ég bara ok, þetta er köld, þetta er að gerast og ég veit að það er til köld það sem að svona fóktu upp hlutur hafa gerst þannig að ef ég væri á stað og þetta væri actually að gerast þú veist, auðvitað myndi að massivt fokka í mér, 100% og ég veit ekki nákvæmlega hvað ég myndi gera, alls ekki en ég bara segja, skilur reaction, þú veist, maður veit ekki hvað reactioni væri, þannig að kannski væri maður bara ok, þú veist, eða frigg út, skilur. Hvort er þið verra að horfa upp á þetta sem þú væri á staðnum, þú myndi sjá þetta, gamalt fólk upp á einhverjum háum kletti, það bara hoppa niður og bara hausinn og splúndrast og allt þetta. Hvort er það sé ógeðslegra eða vera te og kaffi og sjá Ég var að koma aftur með te og kaffi dóti. Te og kaffi Er það verra? Ég hef ekki skot á te og kaffi Við erum að tala í djóki Þú varst að lýsa hann atriðinu Hvort er verra? Þú veist, ef ég væri í köldi ég væri miklu meira til í að vera bara hvað ég heimsón í einhverjum köldi og síðan þetta verið að gera væri ég til í það að sjá hvað fólk deyja, þú veist, alls ekki skilur en Við erum ekki að segja að fólk sé drepið á te og kaffi. Nei, ég veit. Te og kaffi er mjög næstaður. Já, við erum ekki að drölla við te og kaffi. Ég fæði það oft, en já, það er allt í gríni. En hérna, þú veist, ég hugsaði myndalega fokka meira í mér að það var eitthvað drepin á te og kaffi. Sérstaklega á Íslandi. Ég er sammála. Þú veist, ef ég var í öðrum löndum, skilur, það sem var í Glæpatíðin hel, þá var ég bara wow, þetta er mjög fucked up, skilur. En ef ég var í Íslandi, þá var ég bara er þetta bara að gerast? Ég bara verið að myrða eitthvað fastegnastaði hérna á te og kaffi. Sérstaklega ef ég væri á fundi eitthvað, já, þú vilt fá svona auðlýsingu og síðan var bara að kefa ekki gæja og myndi stinga hann í hálsinn með smjörhníf. Og við erum ekki að hlæja því að fyndi að fólki drepi. Nei, alls ekki, sko. Þetta er svo absúrt þess að þetta fyndi. Ok, þannig þið myndi finnst það ógeðslega. Okkur bara fyndi þegar fólk brennilifandi. Já, nákvæmlega. Gæðið klikkaði. En hvernig varst að fíla hryllismynd sem gerist þér öll að deyja til? Eða þú veist að það er alltaf Ég fíla það alveg mjög mikið, mér finnst það alveg vera mjög gott sko, element og að geta pullað það almennilega off, sko. Sérstaklega út af því að þetta var svona bara eitthvað kvöld lengst út í raskandi, skilur við. Já, þetta er bara eins og ef þú væri, skilur við, út í bústað lengst út í raskandi og það er komið dagur, skilur við, þá er það samt á sama tíma alltaf svona lúmst disturbing og ef ekki meira disturbing, það er miklu auðveldara, það er miklu auðveldara að fá ekki einhverjum þegar það er nótt. Þú veist, það eru skuggar, mismunandi birta, þú getur séð þau silhouettes af fólki, eitthvað hljóð, bla bla bla, en ef það er dagur og þú nærði að gera gott jumpscare, þá er ég bara eitthvað, og það meni ég gott, ekki bara eitthvað buzz. Já, það er impressive. Proper jumpscare dag er ég bara eitthvað, ok, þú veist, þeir vita hvað þeir eru að gera. Props to that, skilur. En út af því að það var svona köld, þá var ég bara eitthvað, já, þessi mynd fokkaði miklu meira í mér heldur en að vera eitthvað, wow, þú veist, ég var mjög sjaldan bara eitthvað jumpscare, ég var meira bara svona eitthvað. Þú varst ekkert beint hræddur kannski? Nei, ég var bara... Þú varst bara spenntur? Já, þetta var meira... Spennandi mynd? Já, spennandi og þetta var meira svona psychological, ég var bara eitthvað, eins og ég segi, bara eitthvað, þegar ég sá þetta þegar hann hékk, þá legit kúaðist ég og ég var bara eitthvað, þetta er bara ógeðslegt, skilur við. Þannig að þess vegna var ég, þú veist, mér varst konceptið henni geggjað og út af því, þetta var svo mikið bara eitthvað, við erum að get happy go lucky og eitthvað, þú ert mæblómið eða hvað sem hún var og eitthvað, þú ert drottningi núna og eitthvað svona dæmi. Það var svo weird. Já, þú veist, þetta var svo spacað, það er það sem að gera þessa mynd svona ógeðslega mikið relevant í akkurat þessu samhengi, sko. Já. Og það er allir bara eitthvað,
að fá sér sveppati og borða eitthvað náttúrulega weird mat og í kjólum að dansa, skilur. Þetta verður bara eitthvað sami hlutur nema í miðbálk þá ég verður bara eitthvað, hvað ertu? Það meikar ekki sens. En þetta virkaði svo vel út af staðsýningu, líka út af dagsljósi og út af því að eitt svona aðaldæmið út af því að maður sá að allir hinni karakterinir sem voru í kultinu, þeim fannst þetta að vera svo normal miðjan dag bara eitthvað. Já, varum að henda gömlu fólki fram að bjargi og að brjóti hauskúpuna út af því að hann var ekki alveg dáinn. Síðan ætlum við að, þannig að það það sem maður var bara eitthvað. Það svo mikið off við hann stað. Það svo mikið off, það það sem málið, sko. Eins og í Creep myndinni, mögulega eitthvað spoiler alert, ég ekki viss, en það nefnilegt bara get off og maður svona sér það og þannig og í Creep var ég alltaf bara svona, hann að fara að gera eitthvað? Hann ekki að fara að gera eitthvað? Þú varst alltaf að bíða? Já, maður var alltaf að bíða og það það sem maður svo brilliant við hana. Og því að síðan kemur svona eitt og aðeins talið þess að þú ert bara svona what the fuck, bara eitthvað og síðan gerist allt í hennu ekki mikið, skilur þannig að það það sem ég fíla og leikarinn var líka bara fucking brilliant, skilur hann executaði Creep myndina svo vel. Já, hann lék mjög vel að vera off. Já, mjög vel, sko. Sammála. Midsommar, og þú ert með Hereditary á listanum, ekki segja mér hvað hún er. Já. Þannig að þér finnst hún greinlega betri, eða hvað? Út frá horror movie elementi, það finnst mér nú betri, en þetta samt ekki eitthvað, mér finnst ekki eitthvað Quiet Place miklu betri en fyrsta myndin eða hvað sem skilur. Nei, ég skilji, ok. Þetta var bara svona, já, þetta var rundown af myndum sem að ég voru mér óvanlega í huga. Ok. Ætlar að koma næstu? 1, 2. Valdur hana? Já. Ok. Það nefnilega út af því að ég fór á hann í bíó með félagum minnum í Danmörku, í VIP-sal. Og ég hef sjaldan séð hryllingsmynd sem að nær sko að þeir breyttu color grade fyrir sumarsenur. Það svo mikið af hlutum sem ég fíla, sem ég vinn með í sko útskriftarmyndinni minni sem að kemur út núna í þessu mánuði og næsta mánuði ég að laga hardadisk og það bla bla. Okay. En hún smásarpromo, hún sett gæja sem með bipolar eins og ég. Og lýsingin í myndinni breytist eftir í hvernig skapið hennar. Já, það svo cool. Og það þannig element í henni sem ég fíla svo mikið og þannig að bara eitthvað spoiler alert, Þetta spoiler alert fyrir þína mynd? Nei, fyrir 1 og 2. Ok. Já. 1, 2, spoiler alert. Það kemur sena þar sem að litinni breytast og verður alltaf svart-hvítt minni mig, eða það var eitthvað breyting. Ég man ekki svo eftir. Nei, ég man bara að það var breyting í senunni og það var svo mikið af elementum í myndinni sem fannst vera fyrir hryllingsmyndastandard sem fannst vera svo brilliant. Það er hellinga fólki sem fannst svona sökka. Eða sem ég til að byrja með sem bara bíómynd með svona ekkert eitthvað léleg, sko. Hvað varstu betri, fyrsta eða 2? Mér fannst nummer 2 töluvert betri, sko. Já, þér fannst hún betri þegar þau voru orðin fullorðin? Já. Ok. Þrátt fyrir að 1 var alveg flott, en mér fannst 2 vera bara það náði að taka element sem að hluti hann svo spoiler þegar þau að drepa trúðin og hann öll búin að sjá hana. Ég er búin að sjá hana, já. Já, þegar hann minkar hana og bara eitthvað þú ert ekki neitt, þau trú ekki að hann sé hættulegur þannig að hann hættir hann. Men þau ná að gera það svo vel og svona þannig hlutur, það alveg erfitt að ná að gera þannig hluti án þess að það verði cringy eða get svona gimmicky, skilur og þau náðu því svo vel þannig að ég var bara eitthvað, ég labba át og ég var svo impressed, þannig að ég var bara eitthvað þetta geggjuð hryllingsmynd, hún fokkar svo mikið í manni og því að hún ekki bara eitthvað jumpscare, hún líka bara eitthvað ógeðslegur trúður að birta sig í staðar og hún getur birtið svo mismunandi formum og þau ná að gera það svo vel. En hvernig finnst þið þá eins og í þeirri mynd að þeir tölvu gera stundum? Finnst þið tölvubröndar skeri? Finnst þið að eiga heim í hryllingsmyndum? Eða ná að gera það rétt, en svo ég segi, þessi mynd var alveg dansand á línunni, sko, leið á eitthvað mynd verður actually gimmicky í hryllingsmynd, þá bara finnst mér hún ömurleg, sko, leið á ekki með rétt þá er ég bara eitthvað, það eðlaði myndina, great, takk fyrir ekkert, skilur, en út af því að hún náði, hún dansaði akkurat á línunni og það var aldrei neitt moment þar sem ég var eitthvað, en svona þegar hann er í íbúðinni og er gamla konan og byrja eitthvað að hlaupa eftir henni, svona hlutir, hún blandaði svo mörgum svona hlutum saman. Það var cool. Og mér fannst það virka. Þannig að ég var bara eitthvað, wow, bara eitthvað, damn, ég nautið svo mikið að horfa á hana, sem
hryllingsmyndafan. En fannst þú eitthvað skeri þegar hann var búin að breyta sig eitthvað kóngul og... Mér fannst það svolítið grillað, sko. Og þú veist, það var alveg steikt, skilur. En maður þess að samt ekki eitthvað skemma myndina, skilur. Það var dansaði mjög mikið á línunni, að fara ég bara eitthvað gimmicky og ekki, en út í þegar það var búin að gera svo oft, þá var ég bara eitthvað, já, þetta sleppur, skilur. Þetta var ekkert eitthvað geðvægt, en það var samt sem áður, hann var alltaf að shapeshifta, þannig að hann fór í eitt form sem var geðvægt grillað, þá var ég bara eitthvað, ok, þú veist. Ég bara hefði persónulega, því ég sá það báðar, og ég sá líka gömlu sjónvarpsmyndina, sem kom út 94 eða eitthvað. Þetta er alveg cool saga. Já. En ég hef viljað fá meira af eins og fyrsta atrið í fyrstu myndinni 9 með litla stráknum og hann í holræsinu, bróðurinn, Pennywise. Já. Ég vil fá meira svoleiðis. Mér varst það langbæst atrið í báða myndunum. Mér varst það bara svo töff atrið að hann drepur, mér finnst ekki cool þegar börnur er drepin, hann drepur barn. Já, einmitt. Skilurðu? Ég fílaði allt í því atriði, þá getur hann eitthvað svona tölvugerðu kjaftur og eitthvað. En mér finnst nefnilega kjafturinn alveg vera lúmst cool honestly, sko. Mér finnst alveg virka. Ég bara þannig, ég var líka hvað þið veist, ég vil alltaf practical effects. Ég vil make-up. Ég vil fyrir eitthvað brúðu, heldur eitthvað tölvugjert. Mér finnst tölvugjert að því í grunninn þá er þetta bara teikningar. Ég er ekki træddur teikningar. Nei, ég mitt. Skilurðu? Hvað finnst þér? Hvað er þú þar? Vanalega er það þannig að þegar maður sér vondakallinn eins og skrýmsli í ykkur mynd, þú veist, ef það er mér finnst mjög erfitt mér finnst mjög tricky að ná því rétt til þess að það sé scary. Já, þeir eru fara að sjá loksins skrýmsli Já, bara eins og í því nönnskilur, það sem maður, eins og aftur spoileralert, þegar þú veist, maður sér nunnuna strax, þú veist, bara eitthvað labba, þá er ég bara eitthvað, þetta getur bara verið eitthvað gaur í einhverjum búning. Mér finnst þetta ekkert scary. En finnst þér ekki meira scary ef það er gaur í búning, eða koni í búning, heldur tölvugjörnuna? Þú veist, eins og ég segi, meðast The Nun sökka, sko, og þú veist, hún algjörlega skaut sig í fótinn með því að... Já, ég meina, síðan tölvugjörnum líka núna og ég var bara bæði enda við, þá var ég bara, ég var hlæjandi og ég var bara í alvörunni. Þú veist, af hverju eru það að fara með þetta þannig? Þetta sökkar. Ég var alltaf sagt það, mér finnst bara að þið tæknibrellur, tölvubrellur, ég skil vel að þær passin í mismunandi myndir, en mér finnst það ekki að heim í hryllismyndum, að því ég vil hafa eitthvað áþreifanlegt. Já. Skilurðu? Ég fatt alveg hvað þú meinar, sko, en ég sko er á því að það er alveg hægt að executa það rétt. Það er hægt að ná því og eins og mér fannst að vera náði í hérna eitt út af því að Pennywise er gett fokkt eitthvað trúður sem að síðan, þú veist, opna munnin út af að mér finnst það ekki vera, þú veist, mér finnst það ekki skemma út af að maður sér hann alltaf og skerið er að sjá hann, skilur, að hann er hérna bara eitthvað vandikallin að koma og síðan er eitthvað hvað er weird við hann og þá allt í hennu bara opnar hann munnin og er með munnin svo hákall, skilur, og þess vegna er ég bara what the fuck, skilur, og það er það sem ég fílaði alveg við það út í að maður sá hann allan tíman, en leiða það er eitthvað svona að þú sérð, þú veist, vanalega þannig að það er breadcrumbs build up og síðan sérðu, þú veist, draugin í split second, alveg í, þú veist, Insidious og Conjuring minni mig, en skilur, þegar maður sér, þú veist, þá karaktera, en svo hérna spoiler alert í Insidious, þú veist, hérna Borderline Darth Maul gæinn byrtist að bakvið, þú veist, það fannst mér með geggjað, þú veist, mér bara fokkið mikið þegar ég sá það, og það var bara ekki, þú veist, ég sá hann, en ég sá hann í, þú veist 0,1 sekundu eða eitthvað, það var bara eitthvað svona, BOOM! Og mér bara fokkið mikið. Já, og, mér líka. Já, og þú veist, það fílaði ég, en til og með sem maður séð hann alltaf frá byrjun bara eitthvað, þá var ég bara eitthvað, Darth Maul komin aftur, það var ekkert scary, en það er bara, það er svo mikið bara eitthvað, ef þú ætlar að sýna ófrískuna, sýndana þá annarkvort í alveg í endan, eða bara, þú veist, allan tíman þessuna. Fyrir utan það, þú veist, ef þú vilt helst ekki sýna það, bara, þú veist, skera, hafa það frekar, skuggaðinni, eða silhouette, eða þú sér kannski, þú veist, í smástund eða í einhverju reference, í einhverjum draumi, eða þú veist, hafa það þannig að það sé, já, þú veist, það sem þú sér, þú veist, þú ert, þú veist, in general, þá er það þannig, af hverju erum við hrædd við hluti? Við erum hrædd við hluti og við vitum ekki hvað það er. Já, nákvæmlega. Bara bókstaflega, þarfræðilega. Þú setjum við myrkrið af hverju, þú sérð ekki hvað er í gangi að það. Þannig að það er eitthvað trúið sem er bara eitthvað, þá veistu hvað það er, þannig að þú er bara eitthvað, vondigallin er komin að drepa hann aftur, og þú er eitthvað, great, þú veist, það getur eitthvað fokkað einhverjum, en hjá mér er það bara eitthvað. En ég er alveg til í að sjá ófyrskjuna, alveg saman hver hún er, en það er eitthvað flott hönnun og þetta er alveg cool. Sástu mynd sem heitir Jeepers Creepers?
Kannstu það? Ég held frá 2001 að ég hafi mögulega séð eina af henni, getur verið í sér Við erum búin að gera þrjár myndir Fyrstu 2 komu svona svipuðum tíma og svo liða löglega 10 ára Og þetta svona mismunandi sögur eða hvernig þetta? Þetta rauninni ég vil ekki spoila þú ert ekki múin að sjá hana Þetta fjallar rauninni bara systkini Já Myndi byrja bara á okkur svona highway í Bandaríkjunum stóð í raskati þau eru bara að keyra og byrjaði að bíll sem ekki elda þau, hann fyrir aftan þau ógeðslega svona stórt, svolítið svona trukkur og hann eitthvað svona flauta á þau og hann komast fram hjá með eitthvað svona smá svona atriði og svona skítuðu bíll svo setna þá er aðeins að keyra á veginum þá sjáðu bílinn og þú sér það bara svona fjarska sérð bílstjóran, það er eitthvað off við hann og það er að segja að dömpa líki í svona rör sem leiðin í jörðina Já, ok, what? Kannast þau það? Nei, núna verðist þetta að sjá þessa mynd það minnir mig bara smá hérna á Wolf Creek myndinar Hefur þetta þær? Já, ég svo fyrstu Já Já, ég vil ekki segja meira með Jeepers Creepers Nei, einmitt Ekkert fullkomin mynd en ég hugsaði gana henni Já og það, ég vil ekki Og þessi element þessi morðingi Já Þetta er cool pæring Já Ég vil ekki segja mér en tjekka á henni, hún skemmtileg 100% sko, ég segi færi bara heim og horfa á hana Bara eftir Já Ok, hvað ertu komin? 5 eða 4? Ég er komin á 3 Þú ert komin á 3 Þú voru það spennandi Já Það er Hereditary Já, hún er rosaleg Mér finnst Hún er það er ein besta hryllingsmynd sem ég hef séð ever Sammála Executionið hjá henni bæði, þú veist, leikurinn, geðugur, handrið allt of gott Mér finnst þú mistarverk Build-upið á henni er gjörsamlega priceless upp á sker óvissuna spoiler alert, þú veist, það sem að gæðin er hérna inn í stofunni, þú veist, það er svo mikið út í að þú ert svo mikið bara hvað er ég að horfa á? Já. Á svo góðan hátt, hvað er í gangi? Já, þú veist ekkert hvað er að gerast þér og það er eitthvað og síðan eitthvað byrjar hann að fucking headbanga borðið sjálf, skilur við. Í ykkur skólastofu. Já, einmitt. Og það er það sem ég elska svo mikið við þessa mynd. Ég var bara ekki að horfa á hana og hún fuckaði svo mikið á mér, í mér, á svo góðan hátt. Ég var bara ekki, ég vissi ekkert hvað var að gerast. Síðan kom útskýring og þú veist, maður fattaði hana svona, ég ætla hann að fatta hana á endanum og ég get alveg verið frekar slóð þegar ég kemur að bíómyndum, þú veist, áttum á því sögutræðinum. En hérna, þú veist, ég áttaði mig á því, bara eitthvað, já, þetta var þessu, ok. En það sem er uppáhaldið mitt er, aftur spoiler alert, þegar hún er hérna, þannig að þegar kveiknir í gæðinum, þá er það geggjað, sko. Og það er mörg geðveikar. Já, en það sem stóð mest út fyrir mig er, þú veist að mamman er eitthvað smá fokkt, skilur, en í lokinu á myndinni þegar hann lappar inn í herbyggið og er eitthvað, hvað er í gangi? Og ég man ekki nákvæmlega, ég held að það hafi verið strákurinn, jú. Og þá, hérna, þú veist, kameramomentið fylgir gjörsamlega og þú spottar ekkert endilega, þú veist, ég spottaði það strax, en það spottaði ekkert endilega, þess að mamman er hann upp í horninu bara eitthvað. Já, með það gegn. Já, það var, þú veist, það, gott dæmi breadcrumbs, þú veist, það er eitthvað svona, það sem er bara eitthvað, hvað er að gerast? Líka þegar þú sér allsbyrra gaurinn, svona í myrkri, hann stendur svona þessi dyr að geta eða eitthvað, svona aðeins setni í atriðinu, það er úrslega creepy, mann stendur þessu. Sér það bara svona aðeins í bakgrunnum, bara svona gaur, bara alveg í lokinu. Ég man ekki nákvæmlega eftir, en það er svo mikið að góða stöf í þessari mynd, sko. Líka bara þegar hérna, hann, já, og síðan þegar mamman eitthvað flýgur eitthvað og er bara með eitthvað svona hreyfingar, það er svo ógeðslega off, að ég var bara eitthvað, þegar ég horfði á þetta, þá var ég bara eitthvað, þetta var geðveikt. Þetta var svo gott execution, og þú getur gert svo mikið bara eitthvað, hún að fljúga eða gera eitthvað fátt, en það sem er fátt við þetta er það, þú horfir á hana, hreyfingarnir hennar, allt nema náttúrulega, það hreyfist enginn svona, sko. Nei. Það er bara eitthvað, hún hreyfist svona animated karakter, er gett fátt og er að svífa eitthvað gett hægt og það er svo mikið bara eitthvað. Það er svo óþægilegt. Það er svo ógeðslega óþægilegt og þú bara eitthvað, hvað er ég að horfa á? Hvað er að gerast? Og blandan af því að bara eitthvað, þú veist, Gillian dreps með því að hún er bara eitthvað hálshöggin með einhverju skilti eða eitthvað sem hann var. Já. En í byrjun á myndinni. Nei, hún lentur staur. Já, lentur staur, já. Eða haustin á henni fór af. Já. Og hérna, og síðan þetta með gæjan, skilur, þetta var eitthvað svona eitthvað curse og allt þetta build up, leikurinn með það bara, eins og ég segi, þetta er alveg það er ástæða fyrir þetta númer 3 hjá mér og þetta er svo, þetta er svona, þú veist, ég myndi segja að þessi mynd er svona,
hún ekki eins og, en hún samt að ná sömu units, ég held að segja, elements units, þú veist, hún að ná sömu, hún að tekja sömu box hjá mér og The Strangers, og því hún nær akkurat að gera sem að góð hryllingsmynd á að gera, plús það leikurinn í geggjaður og handritið er frábært. Þetta er rosalega vöndu mynd. Þetta er ógeðslega vöndu mynd, og þess vegna er hún, þú veist, bróður mínum fyrst geggjuð, og þú veist, og hann fílar bara góðar myndir, skilur við. Þetta er geðveik mynd, sko. Hún er það, hún er trufluð, sko. Það er bara... En ég get sagt það, ég veit ekki hvort þú fatta það, en ég mætti í Hereditary bólunum mínum. Manstu getur merkinu? Nei, það er svo langt sem ég sé hana, sko. Hérna ertu henni með, þetta er spoiler, hérna ertu með henni Paimon, þetta er djöfullin. Já, ok. Nafn á djöflunum. Og þetta er henni merki sem að... Hver, þú ert on a whole nother level, sko. Ég er alveg nörd, maður. I love it, sko. Ok, Hereditary, geðveik mynd. Og ég er bara 100% samanlega með allt sem þú sagðir. Og það sem ég aðeins leikur svo magna á þessu mynd, þegar hún var búin, þegar ég sá hann í fyrstskipti, ég búin að sjá hann nokkur sinnum. Já. Hún náði mér svo. Hún náði mér líka algjörlega. Þetta var ekki bara eitthvað jumpscare sem bræða mér, þetta var svo að þessi fjölskylda hafi verið svona dauðadæmd bara frá upphafi. Já, hún er bara eitthvað svo, hún er svo mikil þungi í henni. Já, var það ekki líka bara eitthvað, amman var í eitthvað kvöldu eða með eitthvað curse á sér eða það var eitthvað svona þannig? Jú. Var amman norn eða eitthvað? Nei, hún var henni bara djöfla dýrkandi. Já. Og bara fólk í kringum hana sem voru djöfla dýrkandur. Já, Jesus Christ. Þetta er, og þessi myndir svolítið líka að segja, er örlög, skilur við. Já, einmitt. Þessi fjölskyldi í myndinni, hún var bara dauðadæmd. Hún átti aldrei séns. Nei, einmitt. Skilur við. Og það er eitthvað svo ógeðslegt. Já. Ég fann svo til með þessar fjölskyldu. Já, algjörlega, sko, líka bara þegar eitthvað kveiknaði pappanum, þá var ég bara eitthvað, nei, why? Bara eitthvað, oh man, fuck my life. Og bara greiði mamma líka, gangi gegnum eitthvað hræðilegt og henni leið bara sem var að missa viti og þetta er bara, mér finnst líka bara hvernig þessi leikstjóri, að því hann gerir náttúrulega Midsommar líka, mér er svo cool hvernig að tækla sorg, fjölskyldu harmleik, eins og þegar hún missir dóttur sinna í Hereditary. Já. Bara þegar hún hefði tvo Óskarinn, þessi leikona, Toni Collette heitir hún, sem leikur mömmuna. Sturluð leikona. Í hverju leikur hún fleiri? Hún leikur hann í hellinga dótið, eða ekki? Kannski frægust fyrir, hún var alltaf mamma stráksins í Sixth Sense. Já. Þú veist að maður stættinni þar. En já, frábær leikona, ég held þessi besta framistæðanar. Já. Og bara þegar hún öskrar, þegar kemur í ljós, að hún sé búin að missa dóttur sína. Og bara sorgin, ég man bara, það stakk djúft hjá mér, sko. Já, algjörlega, sko. Ég líka bara, þegar ég var búin að horfa á þessu mynd, þá var ég alveg svona eftir mig, sko. Ég líka. Ég var bara eitthvað, þetta er eins og þegar ég horfði á, það var nákvæmlega eins þegar ég horfði á Midsommar. Ég var bara eitthvað, ég var búin að horfa á hana, og ég literally talaði við bróðum mér, ég var bara eitthvað, og hann bara eitthvað, já, horfði á Midsommar, og ég var bara eitthvað, já, þessi mynd var fucked, þú veist, ég var ekkert eitthvað, wow, ég var bara genuinely, bara off, sko. Hvor sástu fyrst? Sástu fyrst? Hereditary og sér Midsommar. Já, þú sást það réttir röð? Já, ok. Hvor er þetta betri? Hereditary. Já, það er að tækla þessum mismunandi element, svo eitt er allt dag, mega kvöld, hitt er, þú veist, djöflutýringar kvöld, en, þú veist, enga meginn á sama hátt. Mér finnst Midsommar bara var aðeins svo löng. Hún var fokkin löng, sko. Já, mér finnst hún ekki alveg réttlega þessu lengt. Nei, ég er reyndar að sammála því, sko. Ég var líka bara á tímamóti og var ég bara eitthvað, hvað meira á eftir að gerast? Og síðan byrjaði alltaf fátt sér að gerast, þá var ég bara eitthvað, en þú veist, þau höfðu samt alveg geta styttið 20 myndir. Já, mér fannst líka bara í Hereditary, mér finnst það meira í gangi. Mér finnst það, hún er rosalega svona multi-layered þessu mynd. Já, hún er bara fokkin pure action, jumpscare, psychological, bara... Já, ég líka bara því að hún er, þegar þú ert búið með myndina, þetta þegar ég horfði á hann fyrst, ég var bara svona, ok, þú veist, ég náði hann ekki alveg. Nei. Svo fyrir hann að lesa mig til þessa mynd og horfði hann aftur. Svo ég held ég sé búin að sjá hann 4 sinnum. Og ég fór að fatta hana betur. Bara, já, alveg, þú veist, ég fór að sjá all merkin, að ég vissi hvað myndin var. Það sem mér er bara svo töff er að þegar myndin er búin, þá var hún var í rauninu allt annað en ég hélt þegar myndin byrjaði. Já. Skilur mig? Já, algjörlega. Það er svo mikið í gangi í, og þá er ekki að tala eitthvað aksjón, ég bara tala svo mikið í gangi í handritinu. Já. Hún er svo multi-layered. Þú heldur hún sé þetta, en hún er þetta. En myndi, hvernig var þess að með að amman var eitthvað, það er mjög langt sinni ég sé hana, en ég sé hana eins og tvistunum og hún var ekki.
þú veist, hvernig var það, amman var djöfladýrkandi og þú veist hvað, og af hverju var fjölskyldan svona doomed? Þetta spoiler, hardcore spoiler hardcore spoiler, ekki svona hardcore spoiler stikka fyrir Hereditary. Þannig að ef þið ekki búin að sjá hana, endilega tjekki á henni. Já. Að því mér finnst það masterpiece. Þessi mynd fjallar henni bara að það hefur að færa sál úr stelpunni yfir strákin. Já, ok, holy shit. Af því að þau dýrkuðu þessast Paimon. Já. Paimon henni, ég veit ekki hvort það sé alvöru djöfull, ég held að það sé alvöru djöfull. Já. Eða hvort þannig að bútur í myndina, skiptir ekki öllum máli. Þau dýrkuðu hana Paimon. Já. Og þau voru raunin að reyna að fá hann inn í okkar heim, skilur. Já. En hann kemur henni inn í þessa stelpu. Þess stelpa á svo skrítum. Ógeðslega off. Já, ógeðslega off. Ég meikaði ekki að horfa á hana. Nei. Ég var bara eitthvað, Það var allt off við hann einhvern veginn. Hún er sérstætt útlit. Ég held með þess að stelpan lítur svona út. Já. Ég held að leikonan. Já. Sérstætt útlit. Hún var mjög, karakterinn sjálf var mjög sérstökur. Já. Og þess að segja, það var svona off við hana. En planið var alltaf, af því að Paimon er rauninni kallkyns djöfull. Já. Skilurðu? Að þau ætla að færa yfir í strákin. Og ástæðan ég segi þessi döðudæmt, að þetta var alltaf planið. Já, ok. Að færa hann úr stelpunni yfir strákin. Já. Þú veist, þessi mynd er alveg heavy multilayered. Hún er multilayered, sko. Já. Og mér finnst hún bara algjört masterpiece. Damn, maður. Mér er með dattið þá, ég vissi að, þú veist, að það væri að koma svona hljóði úr stelpunni yfir í strákin og ég vissi alltaf að það var eitthvað þeng og bara tók eftir, skilur, hann byrjaði að vera eitthvað gett fucked up. Og myndin endar náði að þeir koma honum í, þess vegna eru þau svona treehouse eitthvað. Já, mitt. En hvernig var það? Deyr strákurinn eða hann er bara ansettur? Í rauninni. Já. Paimon er komin inn í hann í lokin, sko. Þess vegna segja þetta kvöldan sem tilbyrðurinn af Paimon. Já, ekki allt nakið fólk eitthvað. Já. Þess vegna nakti guður sem ég var að tala hann var bara partur af þessu kvöldi. Já, ok. Skilur við. Þannig þau eru öll að í þessu húsi og amman, hún var svolítið svona aðal í þessu. Skilur, og þetta var búið í undirbúningi í svo mörg ár að þau reyndu með þessa að koma Paimon inn í bróðu mömmunar. Hann draf sig, sko. What? Manstu ekki, hún segir í myndinu, það er bara, þú talar um breadcrumbs, það fyllt af því í Hereditary. Hún segir mér svo fundinum, hún er í svona, við finnum þetta sé eitthvað grief counseling eða eitthvað, eða AA-fundur, ég man það ekki alveg. Og hún segir, bróður minn var klikkaður, hann var alltaf að segja bróður minn að það var einhverjum að setja eitthvað inn í hann. Og það er rétt, hann var aldrei klikkaður. Hann komst bara að því að þau var að setja inn í hann þannig djöful. Og það er svona slátan að sér. Já. Já, ok. Hann myndur af sig. Þannig það fullt af svona dóti sem að tekur henni ekkert almennilega eftir, sem meika meira sens að horfa hann aftur. Damn, maður. Vá, djúðlega geggjað. Þetta er geggjum mynd. Ok. Herru, við erum komin númer 2. Það er Insidious 1. Ok, okkur fílar hann svona vel? Hún hefur verið eina mínum uppáhaldsmyndum í langan tíma út frá jumpscares. Þeir universunu sem við erum í, þú veist, leiknum, það getur vel verið í sig rugla einhverjum sinnum úr Insidious 2 eða 3 hvers margar eru komnar. Fyrsta var best, það var konar 4 held. Já, Insidious 1 var geggjuð. Það var bara dímonarnir, konceptið, þess að teka upp í svo mikið og það var líka bara, mér fannst build-up að vera gott út frá því að það var aldrei eitthvað svona, þú veist, þetta var eitthvað svona fastur í einhverjum draumaheim, eitthvað dæmi. Og þú veist, það var alveg smá gimmiki þegar þeir fóru hana og eitthvað inn í draumaheimin og hann var eitthvað að reyna að finna hann. Það er versti partur á myndinni. Já, þú veist, það var alveg steikt og það var actually gimmiki. En ég fyrirgaf það út af því að það var draumaheimur. Þannig að ég var bara eitthvað, ok, hann er actually, þú veist, hann er ekki í raunveruleikanum. Þú veist, þetta er ekki draugurinn að komast inn í raunveruleikan á þeim punkti í myndinni. Þetta er meira bara eitthvað, það er legit einhver djöfull sem er með strákinn hans, þú veist, búin að ræna stráknum hans eða hvernig sem það er. Þannig að ég var bara eitthvað, ok, þetta er weird, en þetta er, þú veist, þetta er svona, þú veist, ég fekk svona smá Pan's Labyrinth feeling. Ég var bara eitthvað, ok, þetta er off, þetta á að vera off. Og þess vegna var ég bara eitthvað, ok, ég skil. Þú veist, þetta er eitthvað, þau eru ekki í venjuleiminum. Þráttur þetta að vera alveg mikið og það er alveg hægt að gera þetta einhvern veginn öðruvísi. En ég var bara eitthvað, ok, þú veist, shit happens, skilur, það getur ekki allt verið geggjað við hverja mynd. Nei, ástæðan ég var fyrir pínu vonbrigðum með endan. Já. Að það vera, að þegar mér varst 70% af myndinni geðveikt. Já. Þá var ég bara eitthvað, shit, ég er all in. Mér finnst allt svo cool. Einmitt. Ógeðslega flott
og skeri atriði í myndinni, eins og þegar þjóðandakerfi fer í gang, hann hleypur upp stigan, þá svo standi einhver maður fyrir aftan barnarúmið, maður sér hann ekkert svona alveg, það ógeðslega creepy. Mjög vel eftir því atriði. Svo þegar mamman kemur og að segja frá draumnum sem hann dreymdi, hún sagði eitthvað veru, ég kom gæði svona að hugsa, sagði eitthvað veru inn í herberginu hjá stráknum. Hún stendur bara svona í hotninu og hún sér bara svona veran. Hún spyr, hvað viltu? Bendi bara svona strákinn. Það er fucking scary. Og það er það sem ég fíla svo mikið, því að maður sá hann ekki, maður sá bara silhouettið það því. Þannig ég var bara eitthvað, oh my god, bara eitthvað, fuck. Svo vel executed, svo vel gert, svo subtle. Og ekkert eitthvað, I want him. Meira bara eitthvað. Bendi bara. Já, það er bara svona the chosen one. Það er svo cool. Og líka atrið þegar hún er að teikna, þegar miðlinn kemur, og hún byrður gæja sem að vinna fyrir hana, að vinna með henni, að teikna það sem hún sér, gamla konan, og hún horfir svona upp, og hún sér djöfurinn. Við fáum ekki sjá hann. Og hún er að lýsa honum, og hann er að teikna, svo fáum við sjá teikninguna. Það er alveg scary shit, sko. Maður bara, shit, þetta er fucked up, sko. Þannig að öll myndin, fram að endanum, fannst mér geðveik. Ástæðan fyrir að hún er ekki svo masterpiece í mér, eins og Hereditary, er því mér eftir ekki púl endan, að þið tala um hennar stað, The Further, heitir The Further, þessi draumaheimur hana, þessi sálir fara og djöfullin býr. Og það er búið að byggja það svo mikið upp, að hausinn á þér er fann að búa til eitthvað fucked up stað. Já, þú ert bara eitthvað, wow, og síðan er þetta bara eitthvað eins og, þetta sé, Ghost Town með einhverju fólki sem er frekar weird. Þetta er bara eins og við vorum að sjá, en bara með þoku. Já, bara myrkur og þoka. Af því að ég hefði sleppt í að sýna þennan Further heim. Skildu það fyrir eitthvað eftir? Já, ég skil hvað að meina, sko. Skil hvað við? Já, ég var svona ekkert eitthvað, ég meikaðalega að sjá þann heim út af því að þetta var svo mikið svona, þú veist, út af hljóðheiminum, út af því að það var bergmál, minni mig. Já, það var eitthvað skrítið hljóð. Þannig ég var eitthvað svona eitthvað, ok, þú veist, þau eru að vera smá gimmicky með þetta, en þetta er inn í draumaheimi og þess vegna var ég forgiving á þetta. Ég var bara eitthvað, þetta er ekki, þú veist, hefði þetta gerst í raunveruleikniheiminum og hann er allt í einu orðið svona, þá var ég bara eitthvað, þessi mynd sökkar, en þetta er bara eitthvað ógeðslega aðstæðanlegt. En út af því að þetta var eitthvað in the further, þá var ég bara eitthvað. En hvernig fannst þér þegar að djöfla? Því ég fíla alveg djöflin, þá hún lítið út eins og Darth Maul. Já. Hvernig fannst þér alveg í lokin þegar hann er eitthvað hlusta okkur að tónlist og hann er eitthvað að vinna í ykkur svo stúdíói? Þá var ég bara, oh my god, er það að djóka? Já, meðast það meira bara grillað, sko. En meðast það eitthvað rústaði, sko. Nei, kannski ekki. Er ég kannski óharður? Of dómharður? Nei, ég meina, þú getur alveg verið þetta. Ég er auðvitað með einhverja double standard á einhverja af þessum myndum, sko. En það er bara því ég man svo vel eftir henni og hún var svo eina myndum sem ég sá svo snemma. Ég er bara einhvern veginn, að ég er búin að sýna svolítið mörgum hana. Já. Að þegar ég uppgötaði hann, ég sá hana fyrst einn. Já. Og hún náði mér alveg. Já. Því ég var bara, þetta er alveg scary mynd. Já. En alltaf ég sýni fólki sem mynd, þá er alltaf pínu stressað það kemur að endalokunum. Já, algjörlega. Að því ég er bara eitthvað svona, oh my god, fólk núna, þú veist, þessi vinir mínir eru að fara núna bara eitthvað svona, hvað kjafta er þetta? Já. Eitthvað svona, hann eitthvað búa, hann með eitthvað svona brúður og eitthvað svona, mér fannst það svolítið kjánlegt. Já, það er gimmicky sem maður vill ekki hafa. Nei, að því hún hefði getið svo geðug. Ok, hvað ertu komin upp í? Er ekki bara 2 eftir? Það er 1 eftir. Það er 1 eftir? Já, Hereditary var 3, Insidious 2. Já. Ok, núna eru við komin bara í, er ég búin að sjá sem eitt, heldur það? Mér finnst það mjög líklegt, sko. Hún líka með bara fenómlega leikunum, hún er eftir Stephen King bók, heldur. Ok, það er Shining. 1408. Hún er góð, hún er vanmetin. Hún er svo fucking vanmetin. Já. Ég skil ekki af hverju hún er svona vanmetin. Já, þetta er legit fyrir tjónum mér. Þetta er John Cusack og Samuel L. fucking Jackson. Já. Þessi mynd er svo, ég sá hana fyrst á D.O.F.D. Og þetta er by far eina af mínum uppáhaldshryllingsmyndum út af því að það eru hlutir hana sem að gæti verið gimmicky en út af því að hann er inn í, þú veist, spoiler alert. Spoiler alert fyrir, það verður bara 1.000.000 stikkir. Já, það er bara eitthvað. Þú veist, hann er inn á þessu hótelherbyggi. Já. Og þú veist, það eru hlutir hana sem er að gerast bæði svo mikið bara eitthvað, þú veist, heitast því að breytast og hann er svo, það er svo, ég fíla svo, hann leikur karakterinn svo fárlega vel, hann er svo mikið bara lógisk gæði bara eitthvað, en þetta er bara eitthvað, no, I can explain this, bara eitthvað, og fer alltaf og finnur hlutina og síðan bara svona slowly byrjar hann að missa vitið og því að herbyggið er bara að bora inn í smettuðanum, skilur þannig að það er það sem ég dyrka svo mikið og þú veist, endur á myndinni og hérna bara, þú veist, að baksan á karakterinu sem verður svo flott og það er eitthvað rithöfundur og hann trúir ekki á neitt já, hann trúir ekki á neitt og síðan er hann inn í herbygginu og það er eitthvað, vill enginn fara inn í herbyggið með honum og gaurinn er bara eitthvað, nei, þú mátt ekki fá herbyggið þú mátt fá öll önnur herbyggið en þú mátt ekki fá þetta og hann bara eitthvað, give me the room bara eitthvað, I'm a paying customer, I want this room og síðan fer hann inn og þetta er svo mikið, þú veist, út af því að það er
fullt af breadcrumbs, fullt af hlutum, svo mikið að mismunandi, þetta er svo margar sögur sem að flættast allar saman í eina og þetta fólk verður pítilega að deyja og líka þegar þú veist, náðast að það lítur út og er eitthvað að vinka og síðan sér hann alltaf og hann er að vinka sjálfum sér og þá maður bara eitthvað holy shit, bara eitthvað hvað er að gerast hann er fastur bara eitthvað svona helvíti já, hann er það, skilur, og það er það sem ég fíla svo fárlega mikið við þetta og það er bara eitthvað hoppa út í gluggan, eitthvað fólk að hoppa út í gluggan tekur hann hennar lampan, það er svo ógeðslega cool þegar hann tekur lampan, hendur hann niður og lampan bara svona hverfi í eitthvað svona þessi mynd er svo sjúkla ofmyndin finnst mér það er vannmyndin já, ég var bara, hún er ekki ofmyndin mjög vannmyndin og því að hún er, þú veist, eins og ég segi hún er eftir briljant bók ég held að hún sé eftir Stephen King já, þú veist, hún er með svo góðum leikurum svo vel, bara, það er allt svo gott við hana þú veist, þetta er bara virkilega söguþráðurinn er svo góður skerin eru svo góð aðalkarakterinn er svo góður, hann er leikinn svo vel og þetta er svo, þú veist, þetta er svo gott koncept að vera inn í einhverju, læstur inn í einhverju hótelbyggi og gæinn er svona bara eitthvað, ég trú ekki á neitt, bara eitthvað, það er ekki hægt að gera þetta meikir ekki sens og síðan bara eitthvað endar hann á því að deyja, skilur við. En það sem er líka svo cool þessu mynd er að þegar hann, þetta er þessi rithöfundur mitt sem við talum, að hann er að skrifa eitthvað, hann er ekki að skrifa draugabækur eða eitthvað svoleiðis og hann er henni bara skeptískur, hann trúir þetta á þetta. Hann fer inn í svona bara eitthvað Haunted House, bara eitthvað debunked og eitthvað bestseller á því. Þess vegna er þetta svo mikið bara svona, hérna, hvað heitir svona final piece á hann eitthvað deyr, það heitir eitthvað svona finum opus eða eitthvað svona magnum opus held ég. Sem er svona loka verkið á hann eitthvað deyr. Og það er það sem er líka svo cool, þetta var bara eitthvað, hann sigraðist, eða hann dó en sigraðist á sínu, þú veist, hann var convinced með því að deyja, þú veist, með því að hann fórnaði sér, hann dó, hann fórnaði sér fyrir hótelið og því að það kveiknaði í hótelherberginu. En hann liði hann ekki af? Nei, hann dó sko. Dó? Og því að það kveiknaði, því að það bara eitthvað, þú veist, vatnin í hótelherberginu öndanum, bara eitthvað, hann var að drukna og síðan kveiknaði í því og hann, ég held að hann hafi, ég man ekki hvort hann hafi, bara eitthvað labbað og þetta var orðið að bara, þú veist, hann var líka svo ógeðslega sad, hann bara eitthvað, dóttirinn var komin hana og hún var dáin, skilur við. Og hann bara eitthvað, it's okay dad, bara eitthvað, just come with me, bara eitthvað. Og það var það sem var svo ógeðslega, þess að þetta endurinn var ekki að wholesome. Maður var ekki eitthvað, nei, maður var bara eitthvað, oh man, en hann, þú veist, hann dó og hann var þekktur fyrir að vera debunkaðstöf og hann, þú veist, á endanum sigraðist það á honum, hans element sigraðist á honum sjálfum og en endaði samt með því að fara til dóttur sinnar sem hafði dáið. Alveg rétt. Ég þarf að sjá hann aftur. Já, þess vegna var þetta svo mikið bara eitthvað, eftir ég horfði á þessu mynd fyrst, þá var ég bara eitthvað, wow, þetta er svo, hún er bara, in general, er þetta geðveitt góð mynd. Þetta er mjög góð mynd. Já. Mér finnst bara svo gaman þegar ég horfði á svona mynd, af því að ég er alveg sökkur fyrir eitthvað svona skeptískur gæi og hann eitthvað trúir ekki neitt og svo fer hann í alvöru draugaherbergi. Og mér var svo töffkundar byggt upp, að þegar Samuel Jackson er að segja honum frá hótelinu og herberginu, þá erum við bara eitthvað, hann er að tala um hvað margir sem var dáið þarna og bara klikka herbyggi og þú sem áhorfandi er bara eitthvað svona, shit, djúvill laka þetta að sjá þetta herbyggi. Já, einmitt. Þú veist, maður er orðinn svo spenntur og mér finnst það alveg ná að delivera. Það eru cool svo skeri atriði í herbygginu. Já, alveg mjög svo, sko. Þetta pikk kemur óvart. Ekki að þú eru svona léleg, það er ekkert margir að tala um hana. Nei, það er nefnilega málið, sko. En deep in my psyche var ég bara eitthvað 1408 er nummer 1. Líka bara að John Cusack og Samuel L. fucking Jackson, þetta eru toppklassa leikarar. Já, sérstaklega Samuel Jackson. Og John Cusack er mjög skemmtilega líka. Er það komið? Listin búinn? Já, það eru auðvitað fleiri myndir sem langar að tala um, skilur. Við getum verið inn í 5 klukkutíma. En ég verð að spyrja það, að því við erum að tala um svona draugadót og svona horror. Trúir á drauga? Já, ég hef séð drauga. Eins mikið bullshit og það getur hljómað. Ég skal alveg útskýra það. Það er nokkru liður sem ég langar ekki, en maður að sína þér impressions sem ég get gert, og það er svona eina partytrykki sem ég er með. Ok, hvernig er impressions? Til og með svona breadcrumbs, sko. Hvað er það að gera? Ég er alltaf ekki höfuðu hvað er það að gera. Nei, ég ætla að taka hringin hérna. Það er með hérna, ég ætla að setja á smá akt, sko. Þú veist, ég er bara, er það bara að breyta sig eitthvað skrýmsli? Eins og hérna. Er það andsettin? Eins og hérna, já.
Ertu að fara, hvað þú að gera? Það er svo öll ekki reyna My precious Sweetie would never do anything to hurt us massa Filthy fat habit Þú veist að þetta var í YouTube thumbnailið Þú í stólnum My precious My precious Ok, er þetta trikkið sem tekur öllum partíum? Mér finnst bara svo gaman að gera, ég get líka gert hérna, mér finnst alveg gaman að gera nokkra svona hluti, sko. Ok, eins og hvað ertu með hana? Það sem ég reyndi að ná, það nýjasta sem ég reyndi að ná var hérna, I have the best words, you know, a lot of great people, I know a lot of great people, I know the best people. Trump. That's false news. Þetta er okkur gott, ég held þessi hræðileg svona, ég er gert nettur, en get ég komið óskil? That's kind of a rude question, don't you think? You know... En get ég komið óskil? Ertu það góður í þessu? Ég get alveg reynt, skilur við. Já. Ég get ná, alveg nýjasta sem ég reyndi að ná á hérna setti var hérna gaurinn hérna sjálfstæði fólki. Jónasell. Já, hann hérna, þannig að Þetta kom skýr. Já. Fólkið í landinu er reglulega skemmtilegt og við erum mættir hér við erum mættir hér með fólkið í landinu og já, hvað segir þú? Þú ert fæddur á uppæðilin á Seltjarnarnesi, ert þú skólagenginn maður? Jú, það mætti svo sem segja það að fólkið í landinu hafi reglulega gaman af þessu. Fólk sem var hlust á núna er bara hvað, þú voru ekki að tala um hryllingsmyndir. En eins og Arnold Schwarzenegger, getur þú gert þann? Guður. Ertu með góða Schwarzenegger? Get to the chopper! What are you doing? Put the cookie down! Get to the chopper! Get the child! Það er svo líka góður. Ok. I want to put your clothes and a motorcycle. En það sem mér finnst skemmtilegast að gera er hérna trailer voice gæinn, sko. Það er uppáhaldið mitt. Hvað er trailer park voice? Trailer voice gæinn hérna. One man, one mission, one destination, coming soon. En þetta er kannski aðeins mjög djöflarinn. Já, það getur verið meira svona one man, one destination, coming soon. Það er svona close to it, skilur. Það eru 2 moment sem var gæst í þessu podcast þetta sem eru greinlegustu momentin. Þetta er annað þeirra. Hvað var hitt? Hitt var þegar Benny Love var í Borat-skílunni og fór úr fötunum. Það er greinlegasta momentið ásamt þessu. Að þú bara hendir í eftirhermur. Já, líka hérna It's important to stand together and as the American nation that we are, stand up together as people, and it's very important. You know, we have to stand together and demand this thing that happens. Obama. Já. Ég meina, ef ég næði gíska rétt, þá fyrst myndi það að ganga sem eftir hana. Já, ég meina, ég hef alveg verið betri, skilur, en það nýjasta sem er langar að ná að gera vel er Jokerinn, sem er sko hérna fyrsti Jokerinn, þú veist, hinn Heath Ledger. Heath Ledger? Já, sem er sannlega erfitt upp á það að, þú veist, ég literally horfa á impressions, sko. Ég veit ekki eins og akkur ég byrjaði að gera þetta. Ég byrjaði bara að gera þetta og var eitthvað, wow. En hvernig æfum maður svona? Horfur í speil eða þess að ég er náttúrulega ógeðslega expressive gaur eins og allir hafa séð bara að fylgjast með mér á TikTok eða Instagram eða hvað, skilur. Ég kem úr til að byrja með. Ég kem úr leikarafjölskyldu. Ég er búin að vera að leika síðan ég var krakki, sko. Þú veist, ég hef leikið í stuttmyndum. Ég, þú veist, er YouTuber og eins og þú sér bara, skilur, ég er alveg, þú veist, cracking up og Þú er alltaf svona animated personleiki. Já, algjörlega, sko. Það er það sem ég dýrka við mig og því ég er líka svo mikill extrovert, skilur, út af því að ég er að kynnast einhverjum og ég fæ rosalega orku frá því að bara vera með þér, og því þekki ég ekkert og ég er bara eitthvað, wow, þetta er gett, við erum að tala um eitthvað sem við höfum báði ekki mikið áhuga á, þannig að mér finnst ógeðslega gaman að vera hérna, skilur. Mér finnst geggjað að fá það. Og fleiri svona eftirhermið sem ég hef gert, það er auðvitað einhverjar, sko. Og þessi Arnold Schwarzenegger. Ég meina, þú veist, ég veit ekkert hvort hérna á djókunum eitthvað, en let's put a smile on that face. Þú veist, En ertu búin að æfa hann? Ég hef actually æft Jokerinn svolítið, já. Ekkert eitthvað mikið, en ég meira bara að googla og til þess að sjá, og þú veist, já, mjög auðvelt með að, hérna,
þú veist, hérna, ég líka að taka upp rapp, var að taka upp rapp í gerð, og mér langar að gefa út rapp, og ég er búin að vera að semja rapptæksa með lengi, sko. Ertu rappar líka? Ég var rappari þegar ég var krakki, sko. MC Pluto. Ég er ekki eins og smá að djóka, sko. Það er geggja. Já. Og eins og ég segi, ég kem úr bara listamennafjölskyldu, við vorum, þú veist, bróðir minn var í Haraldur Ari, var í Rettar Steffsson, og fósturbræður minn eru Unnsteinn og Logi, hérna úr Já, ok. Ég kem alveg þeirri fjölskyldu, sko, ég ólst upp með þeim, sko. Þess vegna er þetta one-on-one boys, eru, þú veist, eru Jóhann, Joey Crest, Sturla Atlas, Unnsteinn, Manuel og Logi og... Bara fullt af listamönnum? Já, Sturla, Sigurbertur og síðan einn af mínum bestu vinnum sem er ekki mikið fyrir sviðslýsið. Ekki það skiptir ekki máli, en bara út í að... Já, ég skilji. Bara... En þú verður að segja mér svo draugasögu? Já, algjörlega. Að þú dast í Gollum, Schwarzenegger, Trump... Við erum að tala um Gollum, við erum að tala um Atkinson-Schwarzenegger. En þú ætlar að segja mér draugasögu? Sko... Þú hefur séð draug? Já, bara legit. Og þetta var ekkert eitthvað Nei, ég held nefnilega... Að ég trúi á drauga líka. Nei, skál fyrir því. Svo skála hérna. COVID er búið, hvað sem er, það ekki? Já. Ok, hvað er með draugasögu? Og ekki það bara drepist við og ég skal skjóra á hendur. En ég var sett að passa litlisystur mína sem er sko fædd 2004 og þá byggum við á Njálsgötu rétt hjá Hallgrímskirkju og þetta er sett gamalt hús, svona 3 hæða gamalt timburhús og það er sett þannig að það er hérna teiknið þetta upp fyrir myndavélinni ekki slá í mikrofónu fyrir myndavélinni er þetta þannig að, veist, að planið er þannig að við erum að tala eins og við séum að horfa á einhvern sem arkitekt sem hefur skrifað upp húskilur, við erum að horfa ofan frá. Það er þannig að sófinn hérna í stofinni og sjónvarpið hérna, síðan kemur svona súla og síðan er svona múrveggur sem er, þú veist, svona kannski svona hávaksin, þannig maður getur horft yfir hann. Okay. Og við erum ég var eitthvað nývaknaður og hún er eitthvað að horfa á barnatíman og ég ekki vera nær mikrofónum. Jú. Svo bara kamera pikkið upp? Já, og við liggjum eitthvað í sófanum og ég er eitthvað svona frekar þreyttur og eitthvað svona það að sofna en við hættum með vakandi og ég er að passa hana og eitthvað stæðið og síðan er ég eitthvað svona lítið kringum mig og sé bara eitthvað hnakka bara með brúnt hár ég sé ekkert andlit, ég sé bara hnakka á einhverju manneski sem er svona 1,80 og já, bara hnakkan og þá er sett súlan þarna á veggurinn og ég sé bara svona eins og hún standi inn í eldhúsinu og sé að horfa á vegginn bara. Sérðu bara hnakkana? Já, ég sé bara hnakkana og brúnt hár. Og fyrst er ég eitthvað, what the fuck? Og ég segi ekki neitt. Og ég er bara eitthvað, ég ætla ekki að fríka litlisystur mína út. Síðan segir hún, hvað var þetta? Oi. Og ég eitthvað, vildi vera viss. Og ég er bara eitthvað, ég er bara eitthvað, hvað er þetta að tala um? Bara eitthvað, maðurinn sem var inn í eldhúsinu. Og ég hef aldrei verið freaked out í lífinu og ég var bara eitthvað hún sá þetta líka og ég sagði ekki eins og hvað er þetta að tala um ég sagði bara, hvað er þetta að tala um, hvað meinar þú? Þess að þið sáðu verið það sama? Já. Ói. Þess vegna var ég bara kannski er ég þreyttur, þetta er eitthvað að fokk í mér og ég er alveg, þú veist, já, alveg þar skilur. Já, en þetta er sérstætt að þið eru 2. Já, og þess vegna, hún sagði bara hvað var þetta? Og ég var hvað það tala um? Hún maðurinn sem var inn í eldhúsinu og ég þannig að sástu hárið á honum, hún já, brúnt hár og holy shit, sko, ég var svo freaked out. En þegar þú sást hnakkan já hvar var hann fyrir fram að eða horfður hans til hliðar og þá var hann horfinn? Já, við bara, þú veist, ég leita eftir á hana og síðan var hann horfinn, skilur. En þetta er samtalið, þetta hús sem ég bjó í Njálsgötunni, já, reymara en fucking allt, sko. Er það? Já, þá menn ég bara stjúbróðum minn, þú veist, hann sá hérna, hvað er þetta í hálsmennu minn? Já, bara. Er það ekki bara utan hálsmennu? Já, hérna, ok. Hérna, þú veist, eins og stjúbróðum minn, þú veist, hann sá, þú veist, stjúbróðum minn hefur, eða fyrrum stjúbróðum minn hefur séð drauga og fyrrum stjúbróðum minn, eða ég segi hann það stjúbróður. Hérna, þú veist, þau hafa bæði séð drauga, þarna síðan heyrðist alveg, þú veist, ógeðslega mikið í stigunum. Ég var heyrt líka bara, þú veist, einu sinni heyrði ég, þú veist, þegar ég kom niður stegan og ég spurði fóruð þið eitthvað á klóstið, það gæti verið að hafa ekki verið draugur, en þú veist, ég hef heyrt fólk labba skilurðu, en og ég var, á þessum tímabili var ég var sérst kaþólskur sem krakki, ég fæddist kaþólsk, því mamma mín var kaþóliki, og þannig að ég var trúaður, en
stjúpamma mín, eða pabbi mínum fannst þetta alltaf að vera fyndið og eitthvað, og því að hann trúi ekki að drauga og því að hann hefur ekki séð neitt. En stjúpamma mín, hún var alveg bara empathísk með því og hún bara eitthvað, þú veist, Jónsi legit hræddur og hún bara talaði við bara þetta alltaf lagi, bara, þú veist, það þú veist, og því hún sagði bara, þú veist, hún hefði séð drauga ástina, hún sagði, þú veist, það ekkert nema góð orka hérna og ef þú ert eitthvað hræddur, þá segir þú bara, þú veist, ég getur bara sagt át í lofti bara, þú veist, ég vill þér ekki neitt illt, ég skal láta þig vera ef þú látir mig vera. Og þá gerist aldrei neitt, skilur, það var, þú veist, maður heyrði kannski eitthvað, en það var aldrei eitthvað svona, þú veist, það var aldrei eitthvað böðmoment, skilur, þetta meira bara svona byrtist og síðan hvarf og maður fríkaði út, skilur, en svo held ég líka að sé til alltaf 2 típur af draugum. Draugar, svo til það sem kallast æsladraugar. Æsladraugar eru það draugagangur og vesen. Skilur, kannski var þetta ekki þannig draugur. Nei, ég held að það var meira bara, þú veist, ég veit ekki nákvæmlega hvað þetta var, skilur, en þetta eina af ástæðunum fyrir líka að ég fíla svona myndir, þetta mér langar líka gett mikið, mér langar sjúklega mikið að fara að skoða svona, explore svona abandoned houses og þannig, sko. Ef ég myndi bjóða þér, ég myndi segja, herðu, ég var fyrir andaglas, myndir segja á því? 100% jóna þig. Er það? Já. Ég myndi aldrei þóra þig. Ég myndi þóra þig, sko. Og ekki ég. Ég hef heyrt, sko. Ég myndi þóra þig aðlátt, ég hef gengið það gegnum, þú veist, ég með bipolar, ég hef verið þunglítur, alls konar, þú veist, ég færi í gegnum svo mikla geðsveiflur og alls konar drasl í lífinu, þannig að ég er búin að fara í gegnum svo mikið að mismunandi, þú veist, þar sem að ég er í geðmiklu kvíðakasti, geðmiklu svona, þannig að, þú veist, toleransin minn, og þess vegna er líka toleransin minn fyrir hryllingsmyndum, er ég bara eitthvað, þú veist, ég geti verið að horfa á eitthvað, og sem eru bara eitthvað, oh my god, hvernig getur þú að horfa þetta? Og ég er bara eitthvað, I don't know. En að því að þú gætir, ef við gefum okkur það, já, að andaglas sé til, eða þess að sé ekta, að þú getir kalla fram einhver anda eða eitthvað, myndur samt, það er eitt að vera hræddur, en það er það annað að fá eitthvað svoleiðis veru inn til, skilur. Myndur þú vilja það? Myndur þú vilja taka sénsinn á því? Ég get sagt þér einn svona fun fact sem að byggir á þessu. Ég bý, ég ætla reyndar ekki að segja hver ég bý núna, bara því að... Ekki það sé heimilsvangið? Nei, en ég bý í miðbænum og bara það þú veist, basically, það hefur gaur verið drepinn í íbúðinu minni. Ég er ekki eins og smá að djóka, sko. Okay. Og þú veist, það var held ég ekki on purpose, þetta var eitthvað, þú veist, pabbi minn þekkti hann eitthvað Pinku, eitthvað nafnið, þetta var eitthvað, þú veist, hasshaus sem að lendi yfir hendur okkar og hendur okkar en lamdan óvart of mikið eitthvað hann ekki. Og hann, ég man ekki hvort það var einhverjum eða eitthvað sem en gaurin basically, þú veist, hann lét lífið hann. Okay. Og fólki sem átti íbúðina undan pabbi minnum núna, þau, þú veist, fengu prest og, þú veist, letu, þú veist, klænsa hús og eitthvað bráðinu. Þannig að, þú veist, það hefur gæi bókstaflega dáið í húsinu mínu. Og pabbi minn sagði mér það, þegar við keyptum, þú veist, þegar við vorum búin að kaupa íbúðina, hann vildi ekki segja sýstum minni, hann sagði mér það. Og, þú veist, mér er alveg saman, ég finn ekki fyrir inn og ég er líka bara, þú veist, gerir mér mikið í því að gera hluti sem að til þess að hægt að vera hrætt við það, þú veist, þannig að ég hef labbað skilur íbúðina minni, ég get labbað íbúðina minna í algjöru myrkri, ég veit hvar allt er og þú veist, þannig að bara ég býðar obviously, skilur, en þú veist, ég geri í því, þú veist, ég hef farið inn á klósett og slökkt ljósin og lokað og verið bara beðið þá vil ég hætti að vera hræddur, hætti að vera uneasy. Ég hef líka prófað að hugleiða í svoleiðis aðstæðu og síðan var ég í lýðaskóla í Danmörku og það sem ég gerði þá var að ég fór með herbergisfélagi mínum en ég fór líka bara sjálfur og ég gerði þetta fyrst sjálfur að það var svona bar hérna inn í skólanum, barherbyggi sem var algjörlega hljóðeinangrað og ef maður lokaði glugganum þá bara algjör hljóð, heyrðist ekki neitt og bara svona, þetta var bara svona, þú veist eins og tvisvar þetta herbyggi, bara svona stúdíóherbyggi og ég fór þangað inn þegar ég gæti ekki sofið miðjanótt, stóð bara þar og þú veist það heyrðist alveg bara ekki einhverjum hlutum en þú veist það var gjörsamlega dimmt, það var enginn þarna. Þetta er mjög skeri að gera þetta sko, en ég fór þangað bara til að hætta að vera skeri við það var bara eitthvað, mér langar að hætta að vera myrkfærin eða allavega ekki myrkfærin þannig ég labbaði þangað inn og stóð þar. Virkaði það? Já, algjörlega hlunum til sko, og núna hef ég allavega hvort sem að ég sé algjörlega hættur að hættu við myrkrið eða ekki en maður veit líka aldrei hvort það sé eitthvað á gólfinu eða þú veist það er alltaf hættulegt en ég er algjörlega búin að upplifa það að vera bara svona, þú veist, að hafa gert það þannig að það er miklu auðveldara fyrir mig að gera það aftur. En ertu þá ekki hræddur við drauga í rauninni? Nei, ekkert eitthvað þannig sko og þú veist, ég meina við getum alveg farið í þú veist, ég get alveg farið í mjög djúpar samræður þú vilt sko, bara svona ástæðan fyrir því að ég er ekkert eitthvað það hræddur við svona hluti. Já, komdu með það.
Ég verð að heyra. Ég sko með bipolar, þetta by the way, trigger warning, þetta tengist hryllingsmyndum mikið neitt, þetta mjög dark. Ok, ef þú vilt segja, þá er ég til að hlusta það. Já, ég tala mjög opinskátt geðheilsu, sko. Hérna, ég með bipolar, svo sagt. Ég hef mjög oft verið með sjálfsvíkvísanir, alveg bara mjög oft, og ég á lithium og í meðferð og með lífið veildag, skilur. Frábært. En ég þú veist, þegar ég fer í miklu þunglindi, bara eins og til sem daginn, þá fór ég í miklu þunglindi og var bara legit að bara plana mitt eða suicide bara inn hjá mér, skilur. Gerist þetta bara mjög hratt? Já, algjörlega, og ég er með bipolar 2 sem gerir það verkum að þetta þannig, og þú veist, ég alveg búin að, eins og ég segi, bara ekki að ágjörna mér, ég fer í að sálfræðingi og á lyfjum og ég á frábæra fjölskyldu og allt þannig, skilur. Líka, mér finnst þetta á ekkert að vera eitthvað stigma. Nei, þetta hljómar smá fókt að vera eitthvað með suicidal thoughts, en fyrir mér þetta bara ógeðslega basic og þess vegna, þegar kemur eitthvað svona hlutum, þá ég bara eitthvað hausinn á mér hefur verið svo dark. Þú veist, ég hef farið í svo mikið holræsi, skilur, hlusta á hatara þegar ég þunglindur til þess að díla við það, bara díla við myrkrið, skilur. Og það hjálpar, skilur, og ég hef hlustað ógeðslega disturbing tónlist út frá því að hausinn á mér bara eitthvað í einhverju myrkri og hann bara eitthvað dauði, skilur. Þannig að ég svo vanur myrkrinu, þannig að ég ekkert, hljóma ekki hérna, hann var svo vanur, þetta svona hérna á DFF, hann var svo vanur myrkrinu og hann hætti að vera hræddur. En þetta henni, að því þú svo vanur þessu, þá þetta ekki að hræða því kannski beint eins og... Nei, ekki mikið, auðvitað þetta að hræða mig. Algjörlega, þú veist, ég meina, eða myndi ykkur labba innan og fucking skjóta, það myndi ég, þú veist, ég veit ekkert hvað ég myndi gera. Nei, ég skil þig. Það alveg, auðvitað hægt að hræða mig, en það sem ég að segja er bara, þú veist, ég hef verið þunglindur, ég hef verið mjög lágt niðri, ég hef hort að gefa mig hryllingsmyndum, ég hef verið í, þú veist, ég hef unnið á djamminu þar sem að, þú veist, var legit fólk bara að ráðast á mig fyrir að vera á djamminu og því að fólk stúpid, skilur. Og þú veist, ég hef oft hringt á lögguna þegar ég var á djamminu, ég var alveg einhvern sem krakki, þú veist, þú veist, ég bara upplifað seturauga, þú veist, upplifað svo mikið svona þannig séð intense situation, skilur, sem alveg traumatizing og ég hef ekki go out of your way til þess að gera, það alls ekki það sem ég að segja. En bara út af því ég búin að upplifa það, þá ég miklu meira calibrated fyrir það, þú veist, ef það myndi gerast, þú veist, ef eitthvað myndi inn að labba inn og vera bara eitthvað, ég ætla að drepa mig, þú veist, ég hef verið á, og aftur, trigger warning, bara 100%, sko, og þetta getur við mjög potentially trigger einhvern, að þú veist, ég er á Discord server, það sem fólk sem líka með bipolar og við þú veist tengjum og það miklu það að tengja við einhvern eða bara ég get suicidal, að þá tala ég vinkonum mína sem hefur líka verið suicidal og við vorum eins og sko á voice chati eða á svona videokalli það sem að félag okkar sem sko með borderline personality disorder sem getur verið mjög erfitt og bara hræðilegur sjúkdómur sko. Og hvernig lýsa hann sér? Borderline personality disorder rosa flókið þeim, það bara ekki mikið trust issues, þú getur ekki, það rosalega komplex sko. Ég ætla ekki að fara að útskýra á því að ég ekki professional, en þetta flókið rosa flókið og bara, og ég myndi ekki óska þess að neitt, skilur, þetta bara, þetta persónulega röskun, þetta helvítið sko. Það hægt að díla við það, en eins og ég segi, ég ekki professional, þannig að ég þekki það ekki, en ég hef bara séð það in action á slæmanhátt, ég hef líka alveg séð að ég veit líka fólk sem lifir eðlilegu lífi þannig. En það sem ég reyna að segja er það við vorum á voice chati, á videokalli og síðan einn gaurinn bara gett þunglindur og byrjar eitthvað að taka pillur og bara eitthvað, mér langar að deyja og heldur áfram að taka pillur og við eitthvað, gaur, þú ert að fara að stoppa og 2 klukkutímum síðar hann búinn að taka 300 pillur, hann tók allar pillunar sem hann átti og það vildi bara deyja og ég var í því að ég þurfti að gæðra information hvað hann átti heima frá öðru fólki sem hafði verið á servernum sem að vissi fyrir adressuna og bla 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 og ég þurfti að hringja í íslensku lögguna til þess að fá samband við rúmensku lögguna og vera í WhatsApp samtali við rúmenskan lögregluþjón til þess að gefa hann upplýsingar það hvar félagi minn væri að overdosa. Bara til þess að bjarga hans lífi? Já, og hann fór í 3 daga, hefði ekki björgað honum þá hann dáið og því hann fór í 3 daga kóma. Þannig þið náðu að björga honum? Já, við björgum bókstæla lífa hans, sko. Já. Og þetta einmitt, þegar þetta var í gangi, það nefnilega bara brjóðað það með, þú veist, þetta hafði ekki eitthvað það mikil áhrif á mig, sko. Þegar þetta var í gangi, þá var ég bara eitthvað, ég ætla að gera þetta. Sem að jákvætt og neikvætt, skilur. Já, ég skil hvað það. Já. Þannig að, þú veist, en það svona hlutir sem ég hef lent í, skilur, það sem að aðri var bara eitthvað, oh my god, og þú veist, auðvitað þetta alvarlegt, rosalega alvarlegt og rosalega intense. Já. En út af því að, þú veist, ég hef unnið svo mikið í sjálfum mér og svo mikið bara, hef verið svo mikið í sjálfur, þannig að ég veit alveg svona það bil hvað í gangi í haustum á manneskjunni.
ekki nákvæmlega, en ég bara segi, ég hef reynslu á því, þannig ég veit svona hvað svona, ok, hvað er þetta að segja sem að er ekki ofslæmt, en þú veist, já þannig að allan leiðin að því, en síðan eru aðri professionals sem að díla við það, en ég hef líka spáð í því að mennta mig og vera á símsárunum í hérna 1717 sem ég oft hringti í sjálfur, sko hérna neða sem er auðvitað, og því að ég er bara legit væri mjög mikið til að hjálpa fólki með það, sko, því ég hef hringt sjálfur og það er gæðið maður. Já, þannig að ég er alveg þar, sko, þú veist, ég hef líka lesið hérna, hljómamyndilega hérna, það er hérna FBI negotiator sem að geti skrifaði bók sem heitir Never Split the Difference sem er geggjuð bókbæði, en hann er með vann við að vera terrorista og hostage negotiator hjá FBI, það sem var legit bara eitthvað terrorista, bara eitthvað, þú veist, hann hringdi og var að tala við það bara eitthvað, já, veitum, það sem hann legit að tala við fólk sem er bara eitthvað, ég er inn í banka og ég er með sprengju og ætla að sprengja mig í loftu og það munið allir deyja ef þú kemur ekki með 100 áskall, skilur. Já, hann þarf að tala það niður, eða? Já. Þannig ég las þannig bók og það er alveg byggir á aðferðum, skilur, sem er, þú veist, empathy og tactical empathy og alls konar svona, það sem að bara að rationalisa það á empathy sem er manneskjunni og láta henni líða betur og þú veist, ná henni niður, skilur. En þú veist, þetta er margir, eins og ég segi, ég er ekki professional, en þetta er bara einn af hlutunum sem ég hef lesið og virka út frá því að við erum öll mennsk, skilur. En finnst þér það, að því mér finnst það mjög áhugavert, eins og geðsjúkdómar og hvernig fólki líður. Finnst þér þetta ekki að skánað eitthvað á Íslandi eins og í sambandi við eitthvað svona stigma og bara eitthvað, ef maður er þunglindur, þá á maður bara ekki að segja frá því, ef maður fyrir sálfræðings, þá á maður helst ekki að tala um það. Jú, mér finnst það alveg hafa skánað, sko. Er það ekki? Það hefur. Jú, algjörlega, sko. Af því að mér finnst við Íslendingar, við erum svolítið svona bæld þjóð. Já, vel mögulega. Ég get ekki með þetta við sjálf með þetta, ég er svo farlega opinn með þetta, skilur. Ég er á podcasti hjá okkur gæði sem ég hef aldrei hitt og ég er að tala um þetta. En þess vegna er ég að segja, þú veist, ég er svo opinn með þetta, en ég er eiginlega the exception, því að ég er svo sjúklega opinn sem ég harfa til, skilur. Ég er bara eitthvað, fyrir mér er þetta bara basic. Og síðan á ég mína góða dag og er að gera hellinga góðum hlutum og er eitthvað að reyna að vinna með að gera vídeo fyrir fólk og þú veist, er bara fyrir rektan einhverjum degi og held með bara healthy, skilur. Það er mitt gefið til mín að fara í rektan einhverjum degi. En líka því þetta er ekkert þessi skamman sem fyrir. Nei. Mér er alltaf þótt svo skrítið eins og með þetta að fara til sálfræðing. Ég hef sagt það í þessu podcast þetta sjálfur, ég hef farið til sálfræðings og hún hjálpaði mér rosalega mikið á þessu tíma því ég þurfti á hana að halda. Já. Og ég hvet allan til þess að fara. Einmitt. Og þú þarft ekki að vera eitthvað mjög langt niðri, bara fólk hefur gott að þessu. Já, algjörlega. Það er fagaðila. 100%. Þú getur alltaf hjálpað. En mér er bara svo svolítið ríkt í okkur. Svolítið ennþá, þú sér skána eitthvað svona skömm. Já, bara smá stigma og sjá mér er þetta stundum út af því ég er svo ógeðslega opinn en stundum er þetta hjá mér bara eitthvað eins og þú veist ef ég er að fara þú veist að segja til að deyta eitthvað skilur þá er ég alveg svona ég veit ekki hvernig fólk berest við ef ég segi ég sé mig ekki að vera ekki og ég er alveg 100% enda þar skilur. En bipolar, er það ekki rétt sem það er rosa mikið svona hátt upp og svo langt niður? Ekki bipolar 2, bipolar 1 er þannig það sem að fylgja legit maníu og bara eitthvað, það er það sem hann hérna Högni er með tónlistamæður, það sem hann er bara eitthvað, þú getur upplegað að þú heldur þú sért Jesús Kristur og getur flóið, skilur. En það sem ég fer meira í, það sem ég fer í og hefur mjög sjaldan farið í, það sem kallast hypomania, það sem er bara meiri orka og mér langar að gera ekki mikið, skilur. Bara eins og ég sé á kókain eða eitthvað, skilur. Ekki að ég hef reyndar aldrei prófað kókain. En þú veist, það er meira bara svona, eitthvað víraður að, þú veist, gera eitthvað stöf, skilur. En farið sjaldan þannig? Mjög sjaldan. Og mér langar ekki að gera það, því að ég fór í það daginn sem dögum síðar var ég í einni verstu depression episode sem ég hef verið í langum tíma. Fórstu það svo svakar langt niður? Alveg bara allir leiðina, sko. Það er rosa, og á svona stuttum tíma. Já, sveiflunar hjá mér geta alveg verið bara svona smá og síðan bara eitthvað og síðan aftur upp, hægt og rólega. Já, þegar þú fer aftur upp, er það hægt og rólega oftast? Er það stundum bara, getur þú vakna bara daginn eftir og þá er bara góður, eða? Já, algjörlega. Já, það getur það snögt? Já, algjörlega, sko. Þetta er mjög áhugavert. Við fórum úr hryllismyndum í geðheilbrigði og impressions. Impressions? Mér finnst það bara svo gaman, maður. Herðu, ekki bara fara að slúta þessu? Jú, þetta var bara geggjað, sko. Þetta var ógeðslega gaman. Já. Og þú breykt sem að koma aftur. Endilega, sko. Sérstaklega var að koma nýjar hryllismyndir í bíó og svona. Já, maður, við alveg bara... Þú skuldum með bíóferð? Ég skuldaði bíóferð. Því ég var búin að sjá Vaffaðs. Nú ætlum ég bara að taka hennu upp, því að það er svo gaman. Þú mátt gera það. Ég ætla að gefa þér hart shoutout, feitt shoutout, geggja shoutout. Geggja.
Já, hún sé að taka eitthvað upp á símasinn. Já. Eða hvað? Ertu ekki að taka upp? Fyrir OnlyFans. Ertu bara á Facebook, eða? Nei, fyrir OnlyFans? Já. Nei, þetta er Instagram story. Ég er hérna í bíóblaðri með honum. Þetta er búið að vera ógeðslega skemmtilegt. Can't wait to listen to. Ég þori ekki að segja neitt. Nei, það er alltaf góð. Herru, bara takk hjá að koma. Takk sem leðis. Takk fyrir mig. Þetta var geðveikt. Takk fyrir mig. Mín var heiðurinn. Mín var ánægð. Það er gott. Takk hérlega fyrir að hlusta á þáttum minn eða horfa á hann og eins og kannski gera ykkur grein fyrir þá er mikil vinna að gera svona þætti og ég vil endilega halda þessu áfram og gera flotta þætti og fleiri og þið getið hjálp mér að stækka hana þátt með því að íta á subscribe á YouTube eða follow Spotify eða Apple Podcasts svo er ég líka á Instagram og Facebook endilega fylgjum við það líka